haust. Við nú bara taka það fram að það ekki komið haust. Það langt eftir á sumrinu. Þeir sem að tala að nú sé komið haust, að við getum annars bara óskað gleðilegri jóla, það líka komið jól. En það ekki komið haust, það mitt sumar. Hérna í þættinum í kvöld verður alls konar efni. Hérna aftast í þættinum að þá mun hún María Lilja fá heimsókn frá Atla Frey Hjaltasyni sem þjóðfræðingur og þau ætla að ræða útgáfu á danslögum fyrir fiðlu sem eru gleymd menningarverðmæti Jónasar Helgasonar frá miðri þar síðustu öld. Þau ætla að ræða þessa menningararfleið okkar. En áður en að því kemur að þá ætlum við að ræða Evrópusambandið. Við nú marghótað því og gert töluvert að því að ræða Evrópumálin að einhverju leyti. Það svona með ýmsum hætti vegna þess að við vitum það að ef ríkisstjórnin lifir að þá mun verða þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að sækja aðild Íslands að Evrópusambandinu. Kannski á næsta ári, örugglega á þarnæsta ári og hann Björn Þorláks, hann fær hingað fólk sem kannski með ólíka afstöðu til Evrópusambandsins. Það kemur Vilhjálmur Bjarnason sem fyrrum þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Ágúst Ólafur Ágústsson sem fyrrum þingmaður Samfylkingarinnar og Erna Bjarnadóttir sem fyrrum varaþingmaður Miðflokksins. Þau ætla að ræða Evrópusambandið svona með ýmsum áherslum, ólíkum kannski. En áður en að við ræðum Evrópusambandið ætlum við að ræða áfengissölu á íþróttakappleikjum. Það fór nú allt úr böndunum hérna á Evrópuleik Brøndby og Víkings hérna helgina. Árni Guðmundsson sem forvarnarfulltrúi, hann ætlar að koma og ræða þetta sem að margir upplifa sem bara menningarauka að hafa fullt fólk á fótboltaleikjum en aðrir telja að þetta sé eitthvað sem við ættum að varna og stoppa áður þetta fer út í algjört óefni eins og reyndar gerðist helgina. Það kannski verið að þjóðstarta en Björn ætlar líka að fá hingað tvo prófessora í stjórnmálafræði til þess að svona taka stöðuna, veturinn að fara að byrja en þingi kemur nú ekki saman fyrir en kannski í næsta mánuði. En þetta góðu tími, þetta svona lognið undan storminum eins og sagt að Eva H. Önnudóttir og Ólafur Þ. Harðarson koma hingað og ræða við Björn stöðuna. En áður en að því kemur þá ætla ég að slá á þráðinn til Qusay O'Day sem íslenskur palestínumaður núna staddur í Jerúsalem og ég ætla að taka svona púlsinn á honum stöðuna í Palestínu sem hefur aldrei verið verri. Þar hefur Ísraels menn drepið 10 ef ekki 100.000 og ennþá að og ekkert sem að bendi til þess að þeim morðum muni linna. Ég ætla að spyrja hann ástandið, hvernig palestínumenn líta á þetta, hvert framhaldið getur orðið, en líka svona veiku merki viðsnúnings á Vesturlöndum sem við nú stundum talaðum hérna á Rauðaborðinu og erum alltaf í vafa hvort að það sé raunverulega merkt tíðindi eða hvort þetta sé eitthvað sem svo lítið og svo seint að það skiptir lengur máli. Til að ræða við Qusay ástandið í Palestínu. En áður en að við hleypum hér auglýsingum og ég slæ á þráðinn til Jerúsalem, það ætla að minna á að samstöðin tilraunaverkefni og alls ekki ljóst hvort að það muni ganga. Við segjum það stundum hérna að ef okkur tekst að fara kannski svona 2,5–3 ári viðbót þá verður samstöðin ósnertanleg, þá mun hún verða sjálfbær. En þetta löng leið og kannski langlíklegast að við deyjum á leiðinni eins og að gerast fyrir fjölmiðla hér hægri og vinstri. Þess vegna vil ég benda ykkur á ef ykkur ekki vænt samstöðina, ef þið notið hana og teljið hún hafi eitthvað gildi í lýðræðislegu samfélagi, í þessu samfélagi okkar sem í sífelldri deilu, að umræðunar okkar skiptir máli, þá hvet ég til þess að gerast áskrifandi og leggja þitt lóð á vogaskálunnar svo við getum haldið áfram að byggja upp samstöðun og haldið úti. Það best gert með því að gerast áskrifandi, þá ferðu inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750. Þú mátt borga meira þú vilt og ef þú þegar áskrifandi þá máttu senda boð á okkur og ef þú vilt fá hærri áskrift. Við höfum þetta í svona 3 áföngum, 2750, 550 og 11.000 fyrir þá sem eru rausnarlegastir. Þeir sem að kjósa geta látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég ætla að biðja þig, ef þú ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að slást í hópinn, að kýla á það, því það gefur okkur svona vísbendingar það hvernig við höfum að haga dagskránni næstu vikur og mánuði. En við ætlum að skjóta inn hérna örstutum auglýsingum
og svo ætla ég að hringja til Jerúsalem. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, herðu, við ætlum að slá á þráðinn til Jerúsalem. Það Kusai O'Day. Blessaður. Hvað segirðu, má ég spyrja hvert ástandið í Palestínu? Ástandið bara versnandi, eins og við hefum öll heyrt og sjá. Það ekkert betra, allavega. Nei. Það verið að myrða fólk á Gaza. Það að myrða fólk á Gaza, það inn í Vesturbakkann, búin, vesselsmið, óbeldi. Það bara allt að aukast, meira og meira. Nú höfum við verið að fara yfir það svona á síðustu vikum, svona einhver merki þess að þrýstingur á Ísrael, ríkisstjórn Ísrael og ísraelska herinn sé að aukast. Ekki bara á Vesturlöndum heldur að einhver leyti má benda á það jafnvel innan Ísrael sjálfs. Hefur þú trú á því að þessi þrýstingur muni leiða til þess að þjóðarmorðinu linni? Ég veit ekki hvort við getum kallað þetta þrýsting. Það ekki beinlega þrýsting. Það nánast 2 ár núna. Þetta náttúrulega sama aðferð, það sama þrýsting, bara með orðum og ekkert bakveðin. Þetta bara orðum. Og það engin þrýsting, það engin áhrif og það ekkert að linnast. Og þú er ekki trú á því að það verði svo að ríkisstjórn Ísrael neyðist til þess að breyta stefnu? Ekki með svona þrýsting, nei. Þeir ekkert að fara að breyta neina stefnu. Þetta Ísrael stefna, þetta ekki ríkisstjórn stefna, þetta hernámsstefna, þetta ekki Netanyahu hans ríkisstjórn, þetta Ísrael og finna ekkert fyrir því, þeir ekkert að fara að breyta því. Það mjög skýrt hvað þeir vilja. Og áttu við að landnámið... Það ekkert að fara að stoppa þeim. Já, áttu við að landnámið og þjóðarmorðið sé raunverulega inngróið inn í hugmyndina Ísraelsríki og sé stefna allra ríkisstjórna sem hefur verið þarna, ekkert sérstaklega ríkisstjórnar Netanyahu, og sé raunverulega með vilja mikils meirihluta íbúa Ísrael. Já, það bara, þeir búin að kanna það sjálfur með kannanir, það meira en 82% sem vilja inn að Gaza og halda. Já, ég sagði að þetta ekki ríkisstjórn Netanyahu sem að þessu, það
kannanir sem Ísrael gerða, það eru meira en 82% sem eru sammála ríkisstjórnin með að innlíma Gaza og halda áfram með þjóðamorð. Þetta er ekki bara Netanyahu. Og ef þið finna ekkert fyrir þrýsting, alvöru þrýsting og refsi aðgerðir, það er ekkert að fara að gerast. Það er ekkert að fara að stoppa þeim. En hvers konar refsi aðgerðir gætu stöðvað þetta? Það er að sniðganga, að slíta öll sambönd við þá. Það er bara að fara með þetta eins og var í Suður Afríku. Það er eina liði. En það mun taka tíma og það virðist vera sem að Ísrael sé ákveðið í því að klára eiginlega Gaza. Ekki bara Gaza. Gaza er bara byrjun. Þeir eru líka á Vesturbankann. Þeir eru mjög ákveðnir því það mun taka tíma, já. Það er 77 ár síðan að þetta byrjaði og við hefum ekkert annað val. Það er ekki bara refsi aðgerð sem hluti að gerast. En ég hef enga trú á neinum að alvöru mótspyrnu myndi eða í rauninni það verður að stoppa þetta með óbeingi. Það verður að koma inn fleiri heldur en bara við. Og þessi fordæmingu endalaust á okkar bestu menn í rauninni og baráttu menn, það er bara grænt ljós fyrir Ísrael til að halda áfram þjóðamorð. Áttu við að ykkar réttur til þess að verjast og að berjast fyrir Palestínu, að hann er ekki virtur? Nei, það er bara ráðist á það. Svo Þorgerður Katrín gerði bara í gær eða í dag. Hún er farin að skipta sér af hver ræður hana, hver verður með í ríkisstjórn Palestínu og ekki, staðan fyrir að einblína því á þjóðarmorði og stoppa blóðbaði. Það er bara, kannski stoppum blóðbaði með skilyrði að þessi og hinn með ekki taka þátt í stjórn Palestínu. Hver er þú, segir Þorgerður? Þetta sé ekki viðurkenning á sjálfstæði Palestínu, að ef að þú ert til í að viðurkenna sjálfstæði Palestínu en með því að það verði engin stjórn yfir Palestínu nema sem Ísraelsmenn sætti sig við. Nákvæmlega. Þetta er grænt ljós á að halda áfram. Hún er að segja þetta beint út. Ef Hamas er ekki með, ef Hamas heldur áfram, þá það var rétt á að halda á með það. En þú segir að það þurfa að koma einhverjir inn til þess að berjast með Palestínumönnum og þá er það eins og sett að kalla á að það komi her til þess að verja Palestínumenn fyrir árásum Ísraelsmanna. Hver gæti það verið? Allir sem hafa trú á mannréttindi. Það er ekki bara einn sem hefur rétt á þessu. Við erum að berjast fyrir réttindi. Og það er ekki bara réttindi á Gaza eða bara Palestínu. Við erum búin að sjá þetta 2002 ár. Það er ekki, það er ekkert sem stýðir eitthvað fyrir það. Við stoppa þeim ekki neitt. Ég er ekkert að kalla sérstaklega á einn eða neitt. Ég er að kalla fyrst og fremst að eitt að styðja það. Þá getum við kannski klára mann. En nú hafa, undanfarin tæp 2 ár hafa tugir og ef ekki 100.000 Palestínumanna verið drepnir. Og þangað til að það kemur á stöðu sem þú ert að lýsa sem gæti gefið ykkur á von, að þá munu líklega tugir þúsunda til viðbóta verða drepnir. Já, ég meina það er ekki það að við elskum að deyja, við höfum ekkert annað val heldur en að berjast á móti og við erum alveg tilbúin að taka slaginn. Við erum alveg tilbúin að fórna okkur fyrir okkar tilverurétt.
Og þið eruð að því, eða ekki? Þið eru að því núna? Við erum búin að vera að því í 77 ár. En fórn oft þannig að hún gerð til þess að friðþægja guðina eða kalla eitthvað fram, en það eins og að það dugi ekki. Nei, þetta snýst ekki um Guð. Nei, ég var bara að tala að fórna sér, þá maður að gera það í væntingu að það skili einhverju, en það ekki að sjá að ykkar fórn hingað til undanfarin 2 ár sé að skila miklu utan Palestínu. Nei, þú veist, kannski ekki, en jú, við erum ennþá til, við erum ennþá lífandi, við erum að berjast gegn, þú veist, allan heim í rauninni, Ísrael, Bandaríkin, Evrópu, meira að segja Ísland, allir sem standa ekki á móti hernámið, við erum að berjast gegn þeim og við erum herlaus og botnlaust þjóð og við erum ennþá til. Þannig við erum sigurvegari. Mjög sárt, erfitt, við erum að missa allt sem við eigum í rauninni, en við erum ennþá hérna og við verðum að. En er það alveg botnlaust? Er það að þið eru sigurvegarar af því að þið eru til þangað til að síðasti Palestínumaðurinn fellur? Já, eða flýri burt bara. Það þú veist, tilgangurinn seinisma að taka yfir landið. Alveg. Og þú veist, og gera þetta land fyrir seinasta. Ég ætla ekki að segja gyðinga eins og þau kalla það. Það ekki rétt. En markmiðið þeirra að tæma Palestínu og búa til eitthvað sem heitir Ísrael í stað. Og það ekki búið að gera. Jú, það til eitthvað sem viðurkennt út allan heim sem heitir Ísrael, en ekki í þeirra ekki í myndin sem þeir vilja sjá. Þú meinar að ríki viðurkenni Ísrael en átti sig ekki á því að með því þau reyna að viðurkenna síonismann sem ætlar sér að stela landinu af Palestínumönnum, drepa þá og hrekja þá á flótta. Já, þeir eru búin að stela það, en ekki búið að útrýma Palestínumenn. Og þú ert að segja að það sé innbyggt inn í hugmyndina Ísrael? Þetta markmiðið þeirra. Það ekki leyni aðgerð á mig. Þeir eru búin að segja þetta mörg oft. Og þeir eru búin að tilkynna það líka að þegar þeir komu eða áður þeir komu, þetta land án þjóð fyrir þjóð án land. Það ekki rétt. Það verður aldrei þannig. En nú hafið þið eða Palestínumenn bent á þetta áratugum saman, að þetta sé svona innbyggt í eðli Ísrael. En finnst þér ekki að það séu fleiri að átta sig á þessu bara á síðustu, ég vil frekar segja bara á vikum og síðustu dögum, að þetta raunverulega staðan, að Ísrael mun ekki hætta fyrir en þau eru búin að drepa og hrekja og flótta alla Palestínumenn af landi sínu? Já, það ykkur mæli. Þú veist, það miklu fleiri sem veita þessu heldur en áður. En eins og þú sagðir, þú veist, þetta tekur tíma. Og tíminn ekki bara tími fyrir okkur. Það líka blóð og börn og bónir og mömmur og afar og veist, þetta sárt. Þetta drepur manni lífandi. Þetta okkar orlof, virðist vera. Þetta okkar bara. Þetta ekki bara okkar bara okkar vinnu, þetta bara okkar mann. Við höfum öll að berjast gegn húkur. En þið upplifið ykkur ein og yfirgefin, eða ekki? Já og nei, ég sé það betur heldur en aðri. Ég hef innsýn úti á Íslandi til dæmis. Ég veit að við stendum ekki ein. Við erum ekki ein í þessu. En eins og ég sagði, þetta mjög erfitt. Það hefur alltaf verið erfitt og núna þetta bærilegt.
Ég að segja og leita ráða af því að við ræðum þessi mál hérna oft við rauðaborði og ég hef verið að tína til fréttir þar sem að einhver hefur sagt eitthvað gegn Ísrael, einhver hefur stutt Palestínumenn, kóngurinn í Belgíu, einhver þingmaður á Evrópuþinginu og verið að nefna þetta í þeirri trú á því að mörg sandkorn verði á endanum að fjalli. En það freistandi líka að segja þetta allt saman að þetta allt of lítið og allt of seint og raunverulega skiptir það engu máli. Og ég vildi bara bera þetta undir þig. Hvaða afstöðu á maður að taka þegar maður virði stundum sjá eins og að sé einhver breyting í gangi en maður veit að sjálfur sér að hún mun ekki umturna öllu á morgun eða hinn en hún samt forseta þess að umturninu geti átt sér stað. Það ekkert lítil í þessu. Það alveg sama hvað það segir, alveg sama hvað maður gerir. Það ekkert gerð sem allt og lítil eða ekki nóg eða kannski ekki nóg. Sérstaklega núna, það alveg sama hvað við gerum. Maður finnst eins og maður gerir ekki neitt og þetta rosalega stort og mikill en hvert einasta gerð, alveg sama hvert þessi kóngur í Belgíu eða almenningi á Íslandi eða bóndu eða eitthvað svoleiðis, það hefur allt sín vægi og þrátt fyrir allt það sem ég hef verið að tala og væla og segja að það sé óbærilegt og erfitt og svona, en þau finna verulega fyrir því. Þau finna, ég að tala Zionista núna, Ísraela, þau finna fyrir útilokun út allan heim, þau finna þau ekki velkomin, þau finna að þau eru að grafa sin eigin gröf og það er breyting, það hræðsla hjá þeim, það er ekki þessi ógn sem við finnum fyrir það, að við myndum vera drepin eða handtekinn eða barinn eða lamin eða tekin húsið okkar eitthvað svoleiðis, en þessi forréttindi sem þeir hafa haft alla tíð sem Ísrael stofnaði er að haggast núna. Og þeir eru hrædd, þeir eru hrædd að ferðast eða hrædd að viðurkenna eða segja sig Ísraela og finna fyrir svona útspýðun eða finna að þeirra lífi loksins fólk hætt að ljúga eða hætt að trúa því. Þannig ég finn breytingin hér og ég finn þessi ótti og það eru fleiri og fleiri sem hætta við að koma, þá ég að tala gyðingar sem flytja inn til Palestínu og það eru fleiri og fleiri að hætta við og fleiri að fara úr landi. Þetta hefur allt ákveð. Síðustu 2 ár eru búin að vera mjög erfið. En við erum að sjá loksins fyrir endan á þessu einhvern veginn. Hvað segirðu þegar að það var púaður niður prófessor frá Ísrael í Þjóðminjasafninu núna helgina eða fyrir helgina og þá heyrðist það sjónarmið að hann mætti ekki, þessi prófessor, þurfa að líða fyrir það sem stjórnvöld í hans landi gera. Hann ber ekki ábyrgð á því. Hvað segirðu þessi rök? Hann er partur af hennum. Ekki þannig að hann tekur ekki þátt í því. Hann var í hernum og hann er að safna, hann er með sjóð. Hann stofnaði sérstakt sjóð til að safna peningum fyrir herinn sem fyrir á Gaza og dreifta börn. Þannig þeim ekki líða illa yfir því að þurfa að borga reikninga þegar þau koma tilbaka. Þeir eru að myrða allt fólk. Það er galið að tala svona mál. Þegar þú ætlar að stoppa þjóðarmorð, þú talar ekkert svona. Þetta er svona undirfalið sionismi að tala svona að við getum ekki láta einn mann bera ábyrgð á gerðum Netanyahu. Það eins og ég sagði, og ég sagði alltaf,
Netanyahu ekki einn í þessu. Það bara heill þjóð í þessu. Þetta hernám. Fólk sumir ekki fólk, það sumir sem fatta ekki ennþá að Ísrael hernám. En þá gæti ég spurt og ef við ítum til hliðar það sem að þessi tiltekni prófessor hafði gert, hver ábyrgð almennra borgara í Ísrael á þjóðarmorðinu í Gaza, að þínu mati? Ég taka þátt í heri, ekki fara í herin, ekki styðja það í minnum hátt og fordæma og mótmæla. Og það örfáir sem gera það. Örfáir. Þannig þú ert að segja að okkur beri skylda til þess að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að stöðva þjóðarmorðið og ef við erum ríkisborgari í Ísrael þá ber okkur að gera það. Ef við gerum það ekki, þá erum við samsek. Já, og ekki bara Ísrael, heldur bara fólk út allan heim. Þú berst ekki gegn þjóðarmorð, alveg saman hvort þessi Ísraeli eða Bandaríkjamaður eða Íslendingur eða eitthvað svoleiðis. Þú berst ekki gegn þjóðarmorði, alveg sama hvort við með orðum eða á Facebook-færslu eða mótmæli niður í bæ eða jafnvel hernaðar aðgerðir, þá ertu samsýtt. Þú getur ekki sitt upp í sófa heima í þeim og hort á þjóðarmorð í beinni útsendingu og gert ekki neitt og sagði bara, það ekki mitt, það þjóðarmorð í gangi. Og það á við fólk á Íslandi líka sem getur ekki sagt að það hefði takmörkuð áhrif á stefnu stjórnvalda, heldur berum við ábyrgð á stefnu stjórnvalda og við okkur ber að berjast gegn henni ef að hún ekki mótuð að því að gera allt sem að Íslendingar geta mögulega gert til þess að stöðva þjóðarmorðið á Gaza. Já, við erum öll samsett sem við gerum ekki neitt í. Við getum ekki, það bannað samkvæmt lögum, það bannað samkvæmt lögum að labba fram hjá einhvern særðan manni eða bílslys og horfa bara og fara í burtu. Og ef þú hringir ekki lögregluna og hjálpar ekki fólki sem meitt eða særði eða þarf hjálp, þú ert sigur. Það bannað samkvæmt lögum. Hvað þá þjóðar? Herðu, Kusa, þú sagðir að þú værir Þú sagðir þegar ég talaði við fyrir sumar að þú værir í Jerúsalem reyna að endurnýja dvalarleyfi. Ertu komið með það? Máttu vera í landinu? Ég má vera í landinu, en þá. Ég ekki búin að missa... En ertu búin að ná því að endurnýja dvalarleyfið? Nei, ég ekki búin. Nei, það ekki tilbúið. Ég kemst ekki út. En þá. Nei. Eins og ástandið núna, þú hefur lýst fyrir mér að það miklu meiri ógn á götunum, að það umverulega palestínumenn eru í lífshættu á götunum með því að reyna að lifa innan Ísraels. Hefurðu væntingar að þú munir fá dvalarleyfi til þess að ég meina samkvæmt, það að renna út í október ef ég maður rétt, það samkvæmt því að þá verður þú að yfirgefa landið og getur ekki aftur komið til Palestínu? Já, nei, ég mun aldrei láta það líða. Ef ég fæ ekkert að endurnýja það, þá mun ég bara halda áfram að vera hér og ég verð bara áfram að hinga hér þangað til ég fæ pappíra mína. Ég ætla aldrei yfirgefa Palestínu. Ég ætla aldrei yfirgefa sér rétt á að snúa tilbaka. Ég lífi fyrir Palestínu og ég mun aldrei láta það gerast. Þó að ég myndi vera bara áfram ólöglegur, þá myndi ég vera það. Ég tek enga áhættu að ekki geti snúið heim aftur. Og í merkingunni að lifa fyrir Palestínu, þá það í merkingunni að vera tilbúin að deyja fyrir Palestínu? Já, í rauninni. Það ekki mikilvægt, þetta börnin mín og fjölskylda. En ef ég get sagt það, ef fólk samsett, ef það gerir ekki neitt að horfa á þjóðarmorð og ég hef þann forréttindi að það getur bara yfirgefið Palestínu og farið bara í burt og yfirgefa landið sem allir hinir að deyja fyrir,
ekki viljandi, þetta ekki ósk þeirra að deyja eða að vera myrt. En ég ætla ekki vera einn af þeim sem bara yfirgefur landið fyrir þá. Nei, heyrðu, Gúsæ, takk fyrir að taka síman í Jerúsalem. Takk sem leiðis. Ég fæ að hringi í þig kannski seinna. Já. Takk lækilega. En við ætlum að snúa okkur að allt öðrum málum hérna við Rauðaborðið. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að standa fyrir pólitískri umræðu núna næstu mínútur. Þið munið kannski hvernig orðræðan var í sumar. Ég held dæmis var tíður gestur í heitapottunum í Vesturbæjarlauginni og þar voru ýmsir fræðingar að ræða það frá deildags hvort það mætti beita 71. greininni til að stöðva málþóf veiðigjöld. Það var nú bara mál nokkuð margra að það væri mjög varasamt ætti eftir að hafa slæmar afleiðingar fyrir þá sem myndu stöðva umræðuna. En svo höfum við, það var talað að það yrði bara allt vitlaust og alls konar stór orðum þetta neyðarheimill kjarnorku ákvæði og ég veit ekki hvað og hvað. En það sem gerðist var eitthvað kannski þveröfugt við þá umræðu allavega sem var í heitapottinum í Vesturbæjarlauginni. Ef eitthvað þá vænkaðist hagur þeirra stjórnvalda sem beittu þessari grein og ég ætla svona að byrja þessa umræðu á því að kanna hvort það hafi komið á óvart. Tveir stjórnmálafræðingar, annar þeirra kennir sig oft við alþýðufræðslu sem eru komnir til okkar að ræða þetta sem og þingmáli framundan, stöðu stjórnar, andstöðu og stjórnar. Þingveturinn framundan, það rétt mánuður, þangað til Alþingi kemur saman. Verið velkomin, Eva H. Önnudóttir og Ólafur Þ. Harðarson. Takk. Við byrjum á þér, Eva. Kom þetta þér á óvart, komu viðbrögð þjóðarinnar þér á óvart í kjölfar þess að veiðigjöldin runnu í gegn eftir að sem sagt þingforseti stöðvar umræðu? Það er náttúrulega mjög ósanngjarnt að spyrja þessu svona eftir á, sko, að ég get ég sagt, nei, þetta komur alls ekkert óvart. En svona í fullri alvöru að þá var það þannig að þetta komir ekkert mjög í opna skjöldu. Vegna þess að það eru meir en held í 30 ár síðan, það er allavega mjög langt síðan sem var beitt síðast. Og við eigum ekkert mörg fordæmi, þannig að við eigum ekki fordæmi síðan að lögunum var breytt, ef ég mann það rétt, sko, þingskaparlögunum. Þannig að við höfum ekkert fordæmi að vísi hvort að allt yrði vitlaust eða ekki. Og það er nú oft þannig þegar við erum að spá fyrir einhver svona viðbrögð í stjórnmálum og sérstaklega ef það er eitthvað sem er kannski ekki mjög algengt, að þá verður oft til eitthvað svona umræða, svolítið svona einstefnu umræða, þetta mun verða svona ef að þetta gerist. Og þegar maður er búin að fylgjast með stjórnmálum svona lengi eins og við erum búin að gera hérna, að þá veit maður að það er ekkit alltaf, verður ekkit alltaf raunin. Þannig að þetta komir ekkit verulega á óvart að þetta var í raun og veru það eina í stöðunni. Umræðan var búin að vera í gangi í bara marga vikur, allir vissu hvernig yrði kosi eða frumvarpið þegar það myndi vera kosi það í þinginu. Það var ekki verið að bæta neinu við, fólk var þreytt á þessu, þannig að það var náttúrulega ekkit annað í stöðunni
ég fyrir ríkisstjórnina heldur að beita þessu ákvæði, þá raun og veru líka búið að vera að vara við því og auðvitað var það svona eðlileg viðbrögð hjá stjórnarandstöðunni að segja að ef að þessu yrði beitt þá yrði nú allt vitlaust. Og náttúrulega þau sem eru kannski svona hvað reiðust yfir þessu var stjórnarandstaðan, talaði endalóg lýðræðis og einræðis tilburði og svo framvegis, en þetta var náttúrulega bara allt samkvæmt þingskapa lögum og þetta kom ekkit eins og þruma úr heiðskýru lofti, það var búið að vera að vara við þessu að þarna væri ákvæði sem að gæti mögulega verið beitt og þannig að kannski það sem að kom mér kannski mest á óvart var hversu stór orð voru látin falla bæði þannig rétt áður en að þessu ákvæði var beitt og líka í kjölfarið að þetta væri einræðistilburðir, að þetta væri eitthvað svona samsæri hjá ríkisstjórninni og ríkisstjórnin hefði vildi láta þetta fara svona til þess að geta kennt stjórnarandstöðun einhver önnur mál sem fór ekki í gegn og það fannst mér svona ganga svolítið langt það komið svolítið óvart að fólk geti svona ég raun og taka svona stórt til orða og vera með alls konar svona kenningar sem voru bara svona kannski svolítið gripnar og lausa lofti. Áður en lengra haldið kæru áhorfendur og hlustendur ef þið heyrið einhver dularfull hljóð inn í stúdíónu þá þetta ekki við Ólafur að japla á okkar eigin kjálkum heldur hundur samsagt inn í stúdíónu undir borðinu og við heyrum hann japla á einhverju kannski lekur í gegnum hljóðnum hann bara svona þetta skal ég segja þér svo kallaður varðhundur valdsins. Þetta varðhundur valdsins. Hann í leinum hér. Hann í leinum. Jafnvel við rauðaborðið. En Ólafur, það rétt sem að Eva bendir á að við höfum svona ég held að svo saga hafi verið sögð að þrátt fyrir beitingu ákvæðisins þá hafi svona nokkur mál fallið á milli skips og bryggju eða ekki náði í gegn vegna þess tíma sem að fór í þetta var ómikið stress í ríkisstjórninni að blása af leikinn þegar þessum áfanga var náð áður en við förum í það hvort þetta hafi komið mér óvart. Það nú kannski erfitt að segja en hins vegar þessi beiting 71. greinarinnar hún mikil tímamót í íslenskri stjórnmálasögu og í þeim skilningi eða sem sé út frá því kannski ekki óeðlilegt að ríkisstjórnin hafi bara talið það nóg í augnablikinu að beita þessu ákvæði sýna það að hún ætlaði ekki að láta minnihlutann hafa neitunarvald framgang veiðigjaldafrumvarpsins og þá annarra stjórnarmálefna. Kom þér á óvart hvernig ríkisstjórnin reyti af eftir þetta mál því við höfum séð áhugaverð viðþorf í skoðanakönnunum? Nei, það kom mér ekki á óvart. Það ég gerðist eiginlega nákvæmlega það sem ég bjóst við. Menn hafa lengi talað það að þetta sé ákvæði sem að megi ekki beita og það hefur verið kallað kjarnorku ákvæði. Ég hef nú hvergi heyrt hugtaki kjarnorku ákvæði reyndar notað nema í þeirri þingdeild í heiminum þar sem að málþóf verst, langverst bandarísku öldungadeildinni. Ég hef aldrei heyrt talað kjarnorku ákvæði í Evrópu, Vestur-Evrópu, en það málþóf af þessu tagi sem að við höfum búið við algjörlega óþekkt í svona ríkum mæli hér í nágrannalöndunum. Og þú hefur bara leyst óbeitinni á þessari vinnu? Þetta einhver mesta meinsemd íslenska stjórnmála. Þetta málþóf og það hafa meðal annars skrifað langreyndir starfsmenn þingsins, Helgi Bernódusson og Þorsteinn Magnússon og kveðið mjög fast að orðið það hvað málþófshefðin íslenska skaðleg fyrir þingið, málefnarstarf, nefndastarf og þar með götunum og þar að auki náttúrulega málþófið gríðarlega ólýðræðislegt. Hins vegar þá hafa menn verið hræddir við að beita þessu. Jóhanna Sigurðardóttir vildi til dæmis beita þessu ákvæði í einhverjum málþófum 2012 og 2013 en forseti þingsins á þeim tíma taldi ekki rétt að gera það. Henni var hótað
alveg eins og núna, að það yrði allt vitlaust ef að ákvæðinu yrði beitt og hún vildi ekki leggja í þann leiðangur. Núna hins vegar voru aðstæðurnar að ýmsu leyti öðruvísi og hvernig þá. Þær voru öðruvísi að því leitinu að stjórnarandstaðan, hvort sem að stjórnin hafði nú upphafið hugsað sér að beita þessu ákvæðið ekki, þá lagði stjórnarandstaðan öll vopnin upp í hendur þingmeirihlutans vegna þess að þegar að málþóf hefur áður verið, það er einhver 5 málþóf þar sem að umræður hafa farið yfir 100 klukkutíma og hefði sjálfsagt í öllum tilvikunum verið ástæða til að beita 71. greininni en henni var ekki beitt en öll þessi frumvörp fóru í gegn á endanum. Þannig að stjórnarmeirihlutin hafði sitt fram án þess að beita 71. greininni. Núna hins vegar virtist allt benda til þess að stjórnarandstaðan ætlaði bara að halda áfram að tala og eftir breytingarnar á þingskapalögunum 2007 þá getur stjórnarandstaðan tæknilega talað endalaust. Það var ekki þannig áður. Áður hlaut málþófið einhvern tímann að enda. Í annarri umræðu. Í annarri umræðu. Og hérna, þar er nú málþófið yfirleitt langmest þó að það hafi líka borið svolítið á því að núna var til dæmis dálítið málþóf eða með hvort þið tafir í fyrstu umræðu. En stjórnin sem stóð frammi fyrir því að fallast á það að stjórnarandstaðan ætlaði að beita þingsköpunum til þess að tala endalaust og þar með að taka sér algjört neitunarvald framgang þingmála. Við það getur engin ríkisstjórn auðvitað unað og í þessari stöðu var eini leikurinn sem stjórnin átti eftir eða stjórnar meirihlutin átti eftir var að beita 71. greininni. Þannig að það er í rauninni þrákelkni stjórnarandstöðunar sem verður til þess að stjórnin verður að beita 71. greininni og síðan kemur í ljós að mikill meirihluti þjóðarinnar var mjög ánægður með þá ákvörðun. Stjórnarandstöðingar sögðu þegar að eftir að Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti beitti greininni að nú hefði hún ekki lengur traust stjórnarandstöðun og hún væri bara þingforseti meirihlutans. Og menn geta náttúrulega orða það eins og þau vilja, en hins vegar þá hafa margar kannanir sýnt það að það bil 3/4 af kjósendum sem taka afstöðu, þeir eru ánægðir með það að Þórunn og stjórnarmeirihlutin hafi beitt þessu ákvæði. Og við sjáum líka að fylgi stjórnarandstöðu flokkanna hefur ekkit aukist, það hefur reyndar heldur örlítið minnkað frá kosningunum síðustu og í nýlegri könnun Maskínu þá var spurt hvort að menn væru ánægðir eða óánægðir með framistöðu stjórnarandstöðunar og ríkisstjórnarinnar og svona þegar leið á fóru fleiri að taka afstöðu en í janúar þá voru 20% svo að enda óánægðir með framistöðu ríkisstjórnarinnar. Í júlí var þessi tala komin í 60%. Óánægjan hafði aukist á þessum tíma 40% stig. Óánægjan hafði líka aðeins aukist með ríkisstjórnina, það voru 19% ánægðir með ríkisstjórnina í janúar, óánægðir með ríkisstjórnina í janúar, en í júlí voru 27% óánægðir með ríkisstjórnina. Það er sem sé aukning á óánægju með ríkisstjórnina 8%. Þannig að almennt hefur þetta þref sem sé leitt til aukinnar óánægju bæði með stjórnin og stjórnarandstöðuna en fyrst og fremst með stjórnarandstöðuna. Og í þessari sömu könnun Maskínu þá sögðust 2/3 kjósenda vera stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar og Gallup hefur verið með svipaðar tölur. Þannig að allt þetta ár hefur ríkisstjórnin verið að mælast með það bil 2/3
það bil 2/3 kjósenda segjast vera stuðningsmenn hennar og stjórnarflokkarnir sameiginlega hafa frá kosningum verið að halda sínu fylgi. Þeir fengu 50% í kosningunum. Í nýjustu mælingunum þá hafði þetta aukist í 53-4% sem flokkarnir voru sameiginlega með. Samfylkingin hafði bætt mjög verulega við sig og flokkur fólksins tapað. En í heildina var staða stjórnarinnar í öllum könnunum mjög góð. Staða stjórnarandstöðunar hafði ekkert batnað við allt málþófið og það er algjörlega skýrt að mikill meirihluti kjósenda hafnar málþófi sem gildri lýðræðislegri aðferð í þingstörfunum. Þannig að spurningin verður þá hvað gerist í haust? Mun stjórnarandstaðan þrátt fyrir allar þessar tölur, þrátt fyrir skýran vilja þjóðarinnar varðandi málþófið, ætlar þá stjórnarandstaðan líka í haust að leggja í tafaleiki og málþóf og reyna að lama þingið eins og margir sögðu náttúrulega að myndi gerast ef að 71. greinin yrði beitt. Ég er ekki viss að stjórnarandstaðan ríði feitum hesti frá þeim átökum ef að hún kýs að fara í slík átök. Stjórnin hefur ýmislegt í sínu vopnabúri. Það er ekki bara hægt að beita 71. greininni til þess að stöðva umræðinu sem gert var núna. 71. greinin heimilar líka forseta þingsins að leggja fram áætlun það hversu langan tíma umræður hvert mál megi taka. Og það í rauninni sá háttur sem að gjarnan hafður á hér á hinum Norðurlöndunum. Og auðvitað væri langt skynsamlegast að stjórnin og stjórnarandstaðan settust niður og kæmu sér saman hversu langan tíma má taka að ræða hvert mál. Ef að það tækist þá sæjum við hér grundvallar breytingu á þinginu. Það er að segja að málþófshefðin hefði verið drepin og ef að sú verður raunin þá verður það nú kannski mikilvægasta stjórnkerfisbreytingin sem núverandi ríkisstjórn hefur komið á sínum ferli. Þetta er grundvallar mál. Takk fyrir þetta, Ólafur. Mér langar að varpa boltanum yfir til þín, Eva, og spyrja þig hvað finnst framistöðu oddvita stjórnar andstöðu flokkana. Það því hefur verið telt fram sem röksemd að innan Sjálfstæðisflokksins sé ekki eining með Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem formann. Ég hef hitt Sjálfstæðismann sem kallar hana rebound formannin og við vitum að staða Sigurðar Inga er veik. Við bara staða Framsóknarflokksins er nánast þannig að það má segja að hann sé í útrýmingarhættu út frá því fylgi sem hann er að mælast með að hann fái þingmenn. Sigmundur Davíð hefur átt kannski auðveldara með að hafa stjórn á sínu fólki en getum við sagt að þetta sem Ólafur er að tala hérna, er þetta bara hrein og klár mistök af hálfu þessara fyrrum valdaflokka Íslands sem áður voru vanir að ráða hér flestum hlutum áratug eftir áratug Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins, hvernig þetta mál hefur farið og snúist í höndunum á þeim og má að einhverju leyti mögulega þá, ef við getum kallað þetta mistök, raki það til óeiningar, sundrungar eða bara vandamála inn í þessum flokkum sem stendur? Já, þegar stórt spurt, eftir á, klárlega mistök, maður sá kannski ekkit, við sáum kannski ekkit endilega alla þrjá flokkana í stjórnarandstöðunum vera þeir voru ekki allir jafn öflugir í málþófinu og það var kannski þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins voru kannski meira ábyrjandi í þessu, sérstaklega Sjálfstæðisflokksins heldur en þingmenn Framsóknar þó svo að þau hefur líka tekið þátt. Þegar það fór að líða á málþófi þá vissum maður kannski ekkit endilega hvað þeim gekk annað til heldur en að reyna að stoppa þetta. Og þannig að það sem ég á við hér er að
það getur vel verið að það sé þannig að þau hafi sem sagt nú ég að fara að koma með einhverjar kenningar, var ég ekki að blamera samsæðiskenningar á þann að sem sagt það sem ég hugsa sko fyrir hvern var málþófið, var þetta fyrir kjósendur eða var þetta fyrir þá sem eru kannski sterkir bakhjarlar þessar flokka og þegar fór að líða hagsmunatengsl. Já, hagsmunatengslin þegar fór svona að líða á þetta sko og þannig að og nú þetta náttúrulega er í raun og veru bara að geta mig til það hvort að þau hafi sko til dæmis það með formann Sjálfstæðisflokksins, hún byrja þar hún náttúrulega kemur inn hún Guðrún Hafsteins tekur við að Bjarna sem var mjög sterkur formaður, búin að vera formaður í síðan 2009 og það er alltaf erfitt að taka við af svona sterkur formanni sem er búin að vera lengi þó svo hann hafi sjálfsögðu verið umdeildur að það var hann mjög öflugur formaður Sjálfstæðisflokksins og í því formannskjöri var niðurstaðan basically 50-50 þannig að hún hafði svo sem ekkit óskor að fylgja allra sinna flokksmanna allan ekki sem voru landsfundunum þannig að það er alltaf sko erfitt að taka við þannig formannu og það sem ég hef alltaf sagt er bara það þarf aðeins að gefa kannski meiri tíma en það má ekki líða ofurlangur tími. Þú hjálpa nú ekki að það eru bara nokkur atkvæði sem skilja á milli hennar og Já, akkurat, já og það var þannig í vor og að þá var formaður Sjálfstæðisflokksins ekkert mjög ábyrjandi í þessari umræðu, kemur svo inn sterkar núna í sumar þannig að ég veit svo sem ekki hvort að það hafi vantað einhverja svona meiri saminandi fórustu þar og hvort að það hafi mögulega valdið þessum málþófi, ég bara hreinlega veit það ekki en það virtist vera svona eins og kannski var þetta einhver atburður sem bara fór böndunum og kannski gerði stjórnarandstaðan ráð fyrir því að það yrði bara gert eins og hefur oft verið gert áður það sem í raun og veru sami og máli kannski tekur það miklum breytingum með að stoppa þannig að allir geti sætt sig við líka hagsmunaaðilar. Varðandi stöðu Sigurður Inga þá rétt, hún er náttúrulega mjög veik með þennan litla flokk og engan svona augljósan kandidat eins og sem inn á þingi sem geti tekið við af honum en sem formaður þarf að segja en mér svona heyrist hann hafa verið að tala í þá átt að það verði formannskjör í flokknum einhvern tímann allavega fyrir næstu kosningar og þannig að sá flokkur virðist bara vera svolítið í sárum eins og og allavega eitt sem að mist líka mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að tala stjórnarandstöðuna og svona hegðun hennar í þessu máli, þessu málþófinu, þetta er ekki sameinuð stjórnarandstaða þannig að það eru ólíkir hvatar sem að liggja að baki hjá hverjum og einum flokki hvort þau hafi reiknað með í upphafi þetta myndi afla einhvers fylgil með kjósenda það er bara ef þau hafa gert það þá hafa þau náttúrulega veðja algjörlega ránt og en það sem að mér finnst kannski líka áhugavert að sjá er síðan þessi umræða í kjölfarið að það þyrfti að breyta þessum þingskapalögum og í raun og veru bara breyta þingskapalögum þannig að þetta málþóf verði ekki mögulegt og ég vona svo sannarlega að það byrji ykkur vinna því tægi í haust vegna þess að við viljum ekkert sjá svona ástand ár eftir ár þar sem að fara 6 vikur eða 4 vikur í að ræða eitthvað eitt mál sem að verður síðan þvingað í gegn og það er náttúrulega mjög mikilvægt að þá verði bara saman að allir flokkarnir á þingi komið sér saman hvernig þetta verði eða allavega meirihlutin þannig að þetta verði svona sanngjarnt líka til framtíðar Það hefur líka heyrst í þessari umræðu að stjórnarandstöðu flokkarnir valdaflokkarnir gömlu þeir hafi í rauninni bara valið á milli líðhylli og tryggðar við hagsmunaöfl. Við vitum það alveg að ítök útgerðarinnar eru sterk, þau ná víða, þau ná yfir í alls konar atvinnulíf annað en sjávarútveginn. Er það mögulegt, Ólafur, að það hefur bara verið tekin ákvörðun það að það er langt í næstu kosningar og hollustan við útgerðina skildi metin meira en skoðanakannanir og tímabundi fylgi hjá
íslensku þjóðinni? Það algjörlega hugsanlegt og það eru ýmsir sem telja að þarna liggi hagsmunatengsl að baki. Hins vegar fyrir okkur fræðimennina þá svolítið erfitt að fullyrða nokkuð það hvort að við vitum að þarna eru að bæði Framsóknarflokkur, Miðflokkur og Framsóknarflokkur hafa verið mjög höll undir útgerðina. Hvort að það hins vegar ræður þeirra afstöðu frekar heldur en spurningum kjósendur, það bara mjög erfitt að fullyrða það. Já. Hins vegar staða stjórnarandstöðuflokkana á margan hátt mjög ólík. Í þessum málum þá hafa þeir til dæmis í veiðigjaldamálinu þá voru reyndar þessi þrír sem á þingi tiltölulega samskipa afstöðuna til veiðigjaldana þó það sé alveg rétt sem að Eva var að segja að framsóknarmennir höfðu sig kannski minna í frammi. Og það Halla Hrund hefur ekki þátt í Halla Hrund hafði tölverða sérstöðu í þessu máli en það hefur hún lengi verið áhuga maður auðlindagjöld. En sko ef við skoðum einstaka flokka í stjórnarandstöðun og þingi þá í rauninni einfaldasta staðan hjá Miðflokknum. Vegna þess að hann í rauninni með algjörlega skýra stefnu, hann með svona dálítið popúlískar áherslur í mörgum málum og hann og Sigmundur Davíð, þeir fyrst og fremst bara að tala í sinn hóp og þeir virðast vera tiltölulega sammála flesta hluti og það skiptir þá í sjálfu sér kannski ekkert rosalegu máli hvort það eru að mælast með 10% eða 15%. Sjálfstæðisflokkurinn aftur á móti, hinn hægri flokkurinn, hann í miklu erfiðari stöðu vegna þess að við vitum að í hans stuðningsmannahópi bæði stór hópur sem að málefnalega mjög líkur kjósendum Miðflokksins, sem sé langt til hægri. En það líka hópur innan Sjálfstæðisflokksins sem að í rauninni kannski nær þeim sjónarmiðum sem að kjósendur Viðreisnar hafa. Og þess vegna í rauninni hlutverk hennar Guðrúnar Hafsteinsdóttur alveg eins og Bjarna Benediktssonar áður sem að tókst nú vann það afrek að haldast Sjálfstæðisflokknum þrátt fyrir mjög minkandi fylgi að þá tókst Bjarna að halda Sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn frá 2009 til 2024 í allan tíman nema 4 ár. En vandi Guðrúnar sá að hún þarna með ólíka kjósendahópa ef að hún fer mjög harkalega inn á Miðflokksmiðin þá á hún á hættu að missa kjósendur sem meira svona viðreisnar sinnaðir ef við viljum. Þetta mjög erfitt viðfangsefni. Við eigum enn eftir að sjá hvernig henni gengur en ég tek nú eftir því að fylgið hjá Gallup sem sé skárra fyrir Sjálfstæðisflokkin í hennar kjördæmi, Suðurkjördæmi, heldur en í öllum öðrum kjördæmum. Sjálfstæðisflokkurinn með 25% í síðustu Gallup-könnun í Suðurkjördæmi rétt á eftir Samfylkingunni en Samfylkingin í þeirri könnun var stærst í öllum kjördæmum. Í öllum kjördæmum nema Suðrinu þá Sjálfstæðisflokkurinn með innan við 20% og áhyggjuefni auðvitað fyrir hann kannski sérstaklega að í Reykjavík fylgið svona 16 til 19%. Framsóknarflokkurinn svo líka kafli út af fyrir sig og ég hef ekki skilið alveg hvað fyrir honum og Sigurði Inga vakir eða hefur vakað í þeirri tegund af stjórnarandstöðu sem flokkurinn hefur verið í, sérstaklega að hvað hann hefur í rauninni límt sig málefnalega í áttina að bæði Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum. Það eins og Framsóknarflokkurinn, þessi gamli miðjuflokkur, hafi gleymt því að hann miðjuflokkur og hann verður að líka að sinna kjósendum sem að eru á miðjunni eða vinstra megin við miðju. Og í nýrri könnun maskínu þá sjáum við að kjósendur Framsóknarflokksins í síðustu kosningum, flokkurinn hefur tapað
sem sé einhverjum 3% stigum í könnunum, í júlíkönnunni þar sem hann hjá Gallup var komin í 4,9%. En í maskínukönnun, við höfum þetta ekki fyrir hjá Gallup, hvernig þetta færist milli flokkana, en í maskínukönnun, nýjustu maskínukönnunni, þá það helmingur framsóknarmanna sem kusu flokkin síðast sem ætla að kjósa hann aftur. Og hvert hefur þá hinn helmingurinn farið? Mikill meiri hluti þeirra hefur farið annarkvort á stjórnarflokkana, helmingurinn af flóttamönnunum hefur farið til stjórnarflokkana þriggja. En ef við tökum til viðbótar þá sem að hafa farið á litlu vinstri flokkana sem að ekki á þinginu, þá þetta það bil þriðjungur af fylgi framsóknar 2024 sem að hefur farið annarkvort á stjórnarflokkana eða á litlu vinstriflokkana. Og það eru hins vegar 17% af fylgi framsóknar síðast sem að hafa farið á sjálfstæðisflokk og miðflokk. Þannig að flóttamannastraumurinn frá framsókn ekki fyrst og fremst til hægri flokkana tveggja, heldur til hinna flokkana. Og þetta held ég að sé mikið umhugsunarefni fyrir hefðbundin miðjuflokk eins og framsóknarflokkin. Getur þú nefnt einhver rök fyrir því þegar þú segir að það sé eins og framsóknarflokkurinn hafi gleymt að hann miðjuflokkur? Það einhver sérstök mál sem þú getur nefnt eða ertu svona meira að tala bara áruna að hann tali ekki til vinstri, tali ekki til þeirra sem að hafa það skýtt og svo framvegis? Já, ég nú ekki að með svona skýrar vísindalegar mælingar á þessu, þannig en mér sýnist bara gögnin sem að ég hef verið að nefna og fleiri bendi til þess að honum hafi ekki tekist að höfða til kjósenda á miðjunni eða vinstra megin við miðjuna sem að hafa áður kosið framsóknarflokkin eða eru hugsanlegir kjósendur framsóknarflokksins. Og ég eiginlega meira, þetta var náttúrulega skýrt í veiðigjaldamálinu og ég held að það hafi ekki verið hyggilegt fyrir framsóknarflokkinn með sína miðjukjósendur að vera svona grimmur gegn frumvarpinu veiðigjöld, þó auðvitað séu líka einhverjir á landsbyggðinni sem að höfðu áhyggjur af veiðigjaldafrumvarpinu. Já, en það heimin og haf. Þó það sé reyndar mjög athyglisvert að stuðningur við veiðigjaldafrumvarpið á landsbyggðum var heilmikill. Já, það heimin og haf á milli þeirra þingræða sem að fluttar voru endalaust alla andstöðuna við þetta út á landi. Já, andstaðan var fyrst og fremst annars vegar hjá landsbyggðarþingmannunum og líka hjá sveitarstjórnarmönnum í mörgum sjávarútvegsbyggðum eða kannski flestum sjávarútvegsbyggðunum en kjósendur á landsbyggðinni virtust alls ekki vera sömu skoðunar. Áður við förum í þingveldurinn framöndan aðeins betur ef að ég heyrði daginn að ríkisstjórnarflokkarnir þessir tveir stærstu stærri, Samfylkingin og Viðreisn, þetta væru í rauninni miðjuflokkar og hefði einhvern veginn orðið miðjuflokkar. Samfylkingin segist vera enn til vinstri en ég held að þessi flestur sammála hún hafi fært sig aðeins frá vinstrinu og það geti kannski verið eitt af því sem að útskýrir erfiðleika framsóknarflokksins ef við erum með tvo vinsæla flokka í ríkisstjórninni núna sem eru í grunninn einhvern veginn að festa sig sem miðjuflokkar. Hvað segir það? Já, það ef við skoðum gögn, bæði meðal kjósenda og líka meðal frambjóðanda, gögn sem eru hluti af íslensku kosningarannsókninni, að þá sjáum við með Samfylkingunum til dæmis að hún svona típisku sósíaldemókrata flokkur, þar að segja hún vinstra megin við miðju, svo sannarlega ekki róttækur vinstriflokkur en vinstra megin við miðju ef við hugsum svona hægri vinstri hægri vinstri efnaðasás og Samfylkingin, bæði kjósendur og frambjóðendur Samfylkingar eru líka svona í frjálslyndari kantinum ef við horfum á svona málefni sem að varða svona frjálslyndi stjórnlyndi sem svona innflytjendur,
umhverfismál og fleira þeim dúr sem svona málefni sem að falla kannski ekki beint á vinstri hægri. Já, þegar þú segir umhverfismál þá dettur mann í hug umhverfisráðherrann okkar að hann nú sagður meira til hægri heldur en flestir aðrir í flokknum. Já, en þá kannski bara hafa í huga þessi, ef við tökum bara umhverfismálin sem dæmi að þau falla kannski ekki endilega án á vinstri hægri ás. Nei. Það kannski meira svona hvaða það svona aðeins annar vinkill í stjórnmálum en allavega punkturinn minni sá að bæði þessar kjósendur samfylkingar og frambjóðendur eru svona vinstra megin við miðju þegar kemur að hægri vinstri og eru að mörgu leyti líka mjög svona frjálslyndir ef við tölum svona frjálslyndir svona sín svo kalla menningar ás eins og hann hefur verið kallaður. Og svo með Viðreisn að Viðreisn það er margir sem að halda fram að hann hafi verið svo mikill hægriflokkur en Viðreisn hefur alltaf verið svona aðeins hægra megin við miðju, svona miðju hægriflokkur á þegar við tölum bæði frambjóðendur og kjósendur og líka mjög frjálslyndir. Þannig að þessi tveir flokkar eiga mjög margt sameiginlegt eru þarna kannski svona sitt hvoru megin við miðjuna og báðir svona mjög frjálslyndir. Þannig að það gæti það að segja að þessi orðin svona típiski miðflokkar sem er kannski ekki alveg rétt, þeir eru hann að sitt hvoru megin við en það gæti að sjálfsögðu útskýrta að fólk sem hefur kosið Framsókn sem er svo sannarlega miðflokkur og kannski aðeins svona íhaldsamari að það fari getur hugsað sér að færa sig yfir á Viðreisn og Samfylkinguna. Af því að maður getur eiginlega horta á þess að flokka sem svona svolítið að keppast sömu kjósendur. Þeir eru svona á sömu miðum. Þannig að í kringum miðjuna. Mæla rannsóknirnar miðflokkin lengst til hægri? Nei, næst lengst til hægri. Það fyrir reyndar aldrei eftir því nákvæmlega hvað er spurt sko. En ef við tökum meðal viðhorf kjósendanna á efnahagslegum hægri vinstri kvarða, þá er Sjálfstæðisflokkurinn lengst til hægri og miðflokkurinn næst lengst til hægri. Og síðan Framsókn og flokkur fólksins og Viðreisn nálægt miðjunni, Samfylkingin töluvert lengra til vinstri og svo litlu vinstri flokkarnir 3 lengst til vinstri. En það er líka mjög fróðlegt upp á þetta að gera að skoða niðurstöður sem við höfum úr maskínukönnuninni frá því núna í júlí, spurning sem ýmsir spurja sig sjálfsagt, hvaðan kemur allt þetta fylgi sem að Samfylkingin hefur verið að mælast með. Og þegar við berum saman hvað menn kusu síðast og hvað þeir ætla að kjósa núna, að þá ætla tæp 70% af hvaðan fylgið Samfylkingarna núna, hvað menn kusu síðast sem ætla að kjósa Samfylkingarna núna, þá kemur í ljós að 69% af þeim sem ætla að kjósa Samfylkingarna núna kusu hana líka síðast. 10% af fylginu núna koma frá hinum stjórnarflokkunum, Viðreisn og flokki fólksins. 12% koma frá litlu vinstri flokkunum 3. Þannig að 22% af fylginu núna koma frá annarkost hinum stjórnarflokkunum eða litlu vinstri flokkunum. Mjög áhugavert að 12% komi frá litlu vinstri flokkunum. En það er ekki nema 9% sem að koma frá Sjálfstæðisflokki, Miðflokki og Framsóknarflokki. Þannig að þarna eru eins og við höfum séð í kosningarannsóknunum tiltölulega skýrar línur það að kjósendur eru fyrst og fremst að færa sig á milli flokka sem eru hugmyndafræðilega nálægt hver öðrum. Og reyndar svona til gamans fyrir ykkur hér á samstöðinni sérstaklega. Þá er nú líka fróðlegt að skoða hvað kjósendur sósíalistaflokksins, þessi 4% sem kusu sósíalistaflokkin síðast, hvað þeir ætla að gera núna. Flestir þeirra, eða 29%, ætla að kjósa Samfylkinguna. Næst flestir ætla að kjósa sósíalistaflokkin aftur, en það er ekki nema 25%. Síðan koma Píratarnir með 15%, flokkur fólksins og Viðreisn með 7-8%, Framsókn með 6% og einungis 4% sósíalistana frá síðustu kosningum ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkin og 1% Miðflokkin. Þarna sérðu skýra hægri vinstra minnstið, en það sem vekur kannski sérstaka athygli er hvað margir af þeim sem kusu þennan róttæka
vinstri flokk í hérna fyrir 7-8 mánuðum ætla núna að færa sig núna yfir á samfylkinguna sem að auðvitað ekki er vinstri flokkur en náttúrulega miklu nær miðjunni heldur en sósíalistaflokkur. Það er líka eitt kannski sem bara mig langar að bæta við þetta að að það hefur sérstaklega sýnt sig í rannsóknum að þeirra flokkar eru sérstaklega í ríkisstjórn að þá eru þeir svona þá upplifir fólk oft sem að þeir færist nær miðju og það getur verið af mörgum ástæðum en bara veltum fyrir okkur 2 ástæðum. Þar í fyrsta lagi þá eru þeir í ríkisstjórn að þeir hafa bara fengið nóg mikið fylgi til þess að geta mynda ríkisstjórn og við vitum að kjósendur eru kannski svona almennt miðjusæknari heldur en þeir sem eru í stjórnmálum þannig að það er kannski eðlilegt þá í raunur þegar við erum að hugsa kjósendahópin að þeir séu þá kannski aðeins nær miðjunni heldur en ef þetta væri litlir jaðarflokkar, ef maður getur orðað þannig. En svo er hitt líka að það að vera í ríkisstjórn þýðir yfirleitt sérstaklega þegar við erum með svona samsteypustjórnir eins og við erum með hérna víða í Evrópu að þá verða náttúrulega flokkarnir að gera málamilanir. Það getur verið mjög erfitt að vera mjög róttækur flokkur í ríkisstjórn sem að er kannski mjög ólíkur hinnum samstarfsflokkunum. Þannig að þá verður þetta svona praktísk úrlausnarefni og þá einmitt þá kannski líka upplifir fólk og flokkurinn kannski færi svona aðeins nær miðjuna því hann bara fást við svona hinn hversdagslega mál. Þannig að það getur líka að spila þarna inni þegar fólk er að tala að til dæmis Viðreisn og Samfylkingin séu bara orðnir svona einhverju típiskir miðjuflokkar en þeir eru náttúrulega þeir eru sitt hvoru megin við miðjuna, vinstra megin og hægra megin, en þeir eru náttúrulega að taka ákvarðanir sem eru svo bindandi fyrir alla íbúa á Íslandi og þá er kannski þá er mjög eðlilegt þetta sé kannski svolítið svona hófsamara heldur en kannski fólk gerir ráð fyrir þegar það er í kosningabaráttu. Sko, ég er eiginlega svona að velta því fyrir mér að við ættum kannski bara að hafa sérþátt þingmálin framöndan og áherslunar þar því að mér finnst svo áhugavert að velta því fyrir sér hvað er að gerast núna og hvað hefur verið að gera síðustu vikur þannig að ég fæ kannski bara hói í ykkur aftur til þess að svara hluta þeirra spurninga sem að ég hefði nefnt við ykkur eruðu kannski hér til umfjöllinu þessum þætti. En vegna þess sem þú bendir á, Ólafur, hve margir sem ætluðu að kjósa sósíalistana hafa farið yfir til samfylkingarinnar þá þetta er náttúrulega mjög áhugavert og maður heyrir það oft að sko fjöldi vinstri manna sé landlaus, Píratar dutt út á þingi, einhver hluti þeirra var sannarlega vinstri sinnaður. Vinstri grænir eru dottnir út af þingi, sósíalistar náðu ekki inn á þing. Ég tók eftir því að Svandís Svavarsdóttir, hún skrifaði grein í Heimildina en daginn þar sem hún talar bara hreyfinguna. Það er ekkert vinstri grænt, hún talar bara hreyfinguna. Ég held að það sé ekki tilviljun. Það er nú gamalt nafn. Jú, en ég held að það sé ekki tilviljun og ég held sko að það sé gaman að velta því núna fyrir sér hvort það hljóti ekki að koma upp kannski ómælt að segja hljóti ekki en er ekki einhverja líkur á að það kunna vera rétt sem að sumir fréttamiðlar hafa verið að skrifa að í bígerð kunna vera nýtt afl þarna vinstra megin á ásnum mögulega til að stöðva frekari blæðingu til samfylkingar eða annað en maður veit ekki hvort það fólk upplifir sig sem landlaust og svo skárra að styðja vinstri arminn í samfylkingunni heldur en að vera bara ekki inn í neinum þingflokki. Hvernig metið þið líkurnar á því að sko eitthvað að drægi til tíðinda í þessum vinstri ás jafnvel fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem nálgast nú því við heyrum það oft í umræðinni að jafnvel alltaf 15% Íslendinga séu landlausir þegar kemur að þingstyrk. Ef ég ætti að setja svona í spámannsæti þá gef ég mér það að það séu samræður í gangi á vinstri vængnum og það er eftirspurn eftir róttækum vinstriflokki. Við sáum eins og þú talar landlausu kjósendur og tölum líka bara þá hátt í 10% kjósenda sem kusu
þess að maður getur kalla kannski róttækari vinstriflokka, ef maður setur alla í sama mengi, þar að segja Pírata og sósíalista og VG. Og það bara töluverður stór hópur kjósenda. Mér finnst ekkert undarlegt að fólk sem að til dæmis kaus sósíalistana eða vinstri græna í síðustu kosningum segir núna að það myndi kjósa Samfylkinguna vegna það flokkur sem er á þingi, þar að segja ef það væri gengið til kosninga í dag. Af því að fólk stendur líka svolítið frammi fyrir því vali bara, ef við tökum bara vinstri sósíalista sem dæmi, ég róttækur vinstri maður, en eins og engin slíkur flokkur á þingi. Mér langar að mitt atkvæði hafi einhver áhrif og þá kýs ég bara skásta flokkin sem segist alltaf kjósa skásta flokkin sem þá sá sem lengst til vinstri sem á þingi. Þannig að mér finnst ekkert skrítið að sko straumurinn farið þangað. En varðandi þessa sameiningu, mögulega sameiningu eða sameiginlegt framboð á vinstrivægnum, ég býð bara svolítið spennt eftir að sjá hvort að það komi eitthvað fram fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Ég myndi halda ef að það gerist að þá væri það bara í stærstu sveitarfélögunum, af því það töluvert mikið mál að koma á slíku framboði í öllum sveitarstjórnum, en það eru ekkit allir flokkarnir á landsvísu með nærveru í öllum sveitarfélögum landsins, sko. En ef það kemur fram einhvers konar sameiginlegt framboð, þá myndi ég nú giska á að það væri þá í borginni og í nágranna sveitarfélögum í höfuðborgarsvæðinu og kannski Akureyri og svona stærri sveitarfélögum út á landi. Treystirðu til að meta líkurnar á að Sanna hún hverfi frá sósíalistum endanlega og gæti orðið leiðandi manneskja í þessum bræðingi? Nú kannski veist þú meira það heldur en ég Ég veit ekkert meira vegna þess að ég þarf nú bara stundum eðlilega að halda því til haga að ég ekki sósíalisti sjálfur og ég í rauninni bara pólitískt viðrinni og bara blaðamaður og ég engan innanbúður upplýsingar. Það mjög göfugt að vera pólitískt viðrinni. Já, afsakaði það bara að því þau eru í næsta nákvæmlega, afsakaði það. Hún hefur bara mjög lítið gefið út og þannig að ef það einhverja viðræður í gangi á vinstri vægnum, eins og ég eiginlega að gefa mér að það sé einhverjar samræður í gangi, að það hvort það verði Sanna eða einhver önnur eða einhver annar Svandís Davíð Þór, það mun bara svolítið ráðast að því bara hvað þessi hreyfing mun koma sér saman þegar það kemur. Þannig að ég treysti mér alls ekkert til þess að spá neitt fyrir það. En Sanna hefur náttúrulega verið mjög vinsæll borgarfulltrúi og einmitt hefur þetta sem að Katrín Jakobsdóttir hafði svolítið, hún svona vinsælli, hún vinsæl út fyrir eigin flokk og virðist vera vel liðin í samstarfi, þannig að hún væri klárlega mjög öflugur kandídat í að leiða vinstrihreyfinguna í borgarmálunum, sko, ef hún hefur áhuga á því. En maður heyrir að það það mjög lítið gefið upp og það vegna þess að það ekkert að gerast eða vegna þess að það einhver strategi eða þannig að landi það geti verið hvort og en það klálega eftirspurn eftir vinstri sósíalistum og það fólk tilbúið til þess að bjóða sig fram og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir þennan kjósendahóp að fá slíkan valkost af því að annars náttúrulega það ósanngjarnt ef það svona stór hópur kjósenda sem að vill kjósa eitthvað ákveðið og hefur bara ekki kostaði þannig að það ekki framboðið. Maður saknar þess svolítið, svo ég tali fyrir sjálfa mig, sko, að skil á milli róttækni í stjórn og stjórnarandstöðu, þau eru kannski ekkert mjög mikil, þetta eru einhverjir svona hagsmuna áherslur og alþjóðasinnar versus ekki alþjóðasinnar en það ekki mjög svona róttæk rödd inni á Alþingi núna að tala fyrir hinni sveltandi einstæða foreldri. Það náttúrulega í fyrsta skipti núna síðan 1937 að hinn vinstri sósíalíska hreyfing hefur engan fulltrúa á Alþingi. Og við vitum úr kosningarannsókninni síðustu að viðhorf kjósenda sem kusu Pírata, Vinstri græn og Sósíalistaflokkin eru nánast alveg þau sömu
og þessi hópur í síðustu kostingum var ríflega 9%, hann hefur oft verið stærri, en hann var þrátt fyrir allt 9% í þessum kostingum sem að dygði fyrir allmörgum þingmönnum ef þetta hefði verið eitt framboð. Núna, og kannski sérstaklega því vorum að tala að ýmsir hefðu fært sig til dæmis frá sósíalistunum yfir á Samfylkinguna, að þá líka rétt að hafa í huga að núna eru þessir 3 flokkar samanlagt að mælast líka með 9%. Þannig að það hafa tölverður hópur af kjósendur farið frá þeim, en það hafa líka komið kjósendur til þeirra. Þannig að heildarstaða þessara 3 flokka er mjög svipuð og hún var í kostingunum. Það sem hefur hins vegar gerst inn í þessum 3 flokkum er það að fylgi sósíalistana, sem var 4% í kostingunum, er núna að mælast 2,4%. Og kannski stefnir hinn þessi sósíalistaflokkurinn með þessa 9 forystur sem að virðist vera svona harðskeyttari eða lengra til vinstri og minnir sumpart á gömlu vinstri sósíalistaflokkana á 8. áratugnum, þar sem að margir litlir flokkar voru að bjóða fram, yfirleitt fengu þeir frá engu fylgi upp í kannski 0,5%. Þannig að, og miðað við hvernig spjótin hafa gengið milli 9 forystunar í sósíalistaflokknum og gömlu forystunar, að þá er kannski svolítið erfitt að sjá núverandi forystu sósíalistaflokksins ganga inn í eitthvað bandalag. Hins vegar þá, eins og Eva var að segja, að þá eru náttúrulega ríkar ástæður fyrir þessa 3 flokka í rauninni til að sameinast vegna þess að auðvitað gæti fylgið aukist, þannig að allir flokkarnir færu upp fyrir 5% í næstu kostingum. Það er auðvitað hugsanlegt. En ef menn vilja vera bæði með belti og axlabönd, þá er auðvitað miklu hyggilegra að vera í einu framboði vegna þess að líkurnar á því að 5% þröskuldurinn verði ekki í næstu kostingum, hann er engin. Líkurnar eru engar. Það verður 5% þröskuldur, það þarf stjórnarskrárbreytingu til að breyta honum. Þannig að það verður 5% þröskuldur í næstu kostingum. Og til þess að vera öruggir með að komast upp fyrir hann miðað við núverandi fylgismælingar, að þá er í rauninni nauðsynlegt fyrir þessa flokka að sameinast, láta hagsmuni kjósenda sem að hafa svipaðar skoðanir, að láta þá hagsmuni ráða því að þeirra viðhorf speglist að einhverju leyti inni í þinginu, og kannski verður þróunin svo að það verði bara Píratarnir og VG sem að ná að sameinast, sósíalistarnir verði áfram utangarðs. Spurningin er þá, skiptir það einhverju máli fyrir fylgið, eða verða sósíalistarnir undir nýrri forystu svo litlir að það skiptir bara engu máli. Og varðandi Sönnu, fyrst að Heiða vill ekki segja neitt, að þá tel ég að minnstakosti miklu meiri líkur á því að Sanna Magdalena verði í framboði fyrir svona nýtt bandalag ef það kemur til, frekar heldur en hún verði í framboði fyrir hinn nýja sósíalistaflokk. Það er mjög erfitt að sjá það gerast. Eitt sem ég langar að bæta við þetta er að því að Ólafur talar að kjósendur þessara 3 flokka hafi að mjög mörgu leyti svipaða skoðanir, þar að segja VG, sósíalista og Pírata. En þá er það líka þannig að frambjóðendur þessara flokka hafa líka mjög svipaða skoðanir. Þannig að það er svo sannarlega grundvöllur fyrir, ef við horfum á frambjóðendunar, þeir eru náttúrulega flokkurinn og endurspegla afstöðu flokksins, að þá er grundvöllur fyrir því að það ber ekkert svo mikið á milli. Hvorki þegar kemur á svona hægri vinstri efnaðsás eða þessum svo kallega menningarás. Ein leið til að orða þetta er svona: hverjum er það að kenna að 10% vinstri sósíalista kjósenda í landinu hafa engan mann á þingi? Með hæfilegri einföldum má segja, það er forystumönnunum í þessum 3 flokkum að kenna. Og kjósendur þeirra eiga betra skilið.
þeir eiga skilið að þeirra rödd heyrist á Alþingi. Takk ykkur kærlega fyrir þetta. Þetta var að loka orðin. Þau eru umhugsunarverð. Það sem að við náðum ekki að ræða, það var til dæmis Evrópumál, það var útlendingafrumvarp sem nú orðið flestir virðast styðja sem Obba leggur fram hjá Viðreisn, frumvarp sem að hefði verið talið óhugsandi að væri lagt fram fyrir svona 3-4 árum, svo ég bara svona fletti upp í mínu fréttaminni en allir eru sáttir við. Þingveturinn framundan, staða Flokks fólksins, hún liggur óbætt hjá garði þessari umræðu vegna þess að við komumst ekki yfir allt, en ég hef sem sagt áhuga á því að biðja ykkur að koma aftur áður en þing kemur saman og til að ræða það sem við náðum ekki að ræða núna. Er það ekki bara til í það? Alveg sjálfsagt. Skemmtilegt. Gott mál. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk þér. Kæru hlustendur og áhorfendur, við erum rétt að byrja að höldum áfram dagskrána eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum hér á Samstöðinni nokkur sinnum síðustu misserinn staðið fyrir umræðum íþróttafélög og áfengi. Það er eiginlega búið að normalisera neyslu áfengis hér á landi á ýmsum íþróttaviðburðum og margir hafa áhyggjur af þeim skilaboðum sem við erum ekki síst að senda börnum. Nú stútungskarl eins og ég sem hann tímar að tvenna hef eiginlega undrast hvernig Ísland hefur breyst ansi hratt síðastliðin misseri og sumir segja að síðasta skjólið sé horfið í þessum efnum. Við lifum jú í landi þar sem vandamál ýmis eru tengd ofdrykkju, þau eru algengi í samfélaginu og árangur í íþróttum getur aldrei aukist við neyslu áfengis. Þvert á móti höfum við verið að ræða það stundum í þessum þáttum að æ fleiri lönd vara við skaðlegum áhrifum áfengis og það er víst ekkert lengur til sem segir að hóflega drukkið vín sé skaðlaust, hvað þá til bóta. Síðustu daga þá hefur verið umræða eftir að ólæti urðu á fótboltaleik Víkings og Brøndby þar sem nokkrir forvarnarfulltrúar hafa meðal annars talað þá uppákomu sem heimatilbúin vanda að einhverju leyti þótt ólætin hafi nú komið að utan. Má vænta þess að íslenskir áhangendur knattspyrnuliða enda eins og breskir húlígans sem við höfum hneykslast á áratugum saman. Það eru margar spurningar og hingað er komin Árni Guðmundsson, forvarnarfulltrúi til að ræða þetta mál. Vertu velkomin, Árni. Takk fyrir kjærlega. Takk fyrir. Jæja, heyrðu, þú heyriðir mig svona í eingangnum ræða álitamál tengd menningar breytingum, sumir tala menningar byltingu. Við skulum fara fyrst í þennan leik. Já. Ræðum hann aðeins. Er eitthvað sem að gefur okkur tilefni til þess að túlka það sem svo að ef öðruvísi væri staðið að sölu áfengis á íþróttaviðburðum að þá hefði orðið minni skaði þarna í síðustu viku? Já, algjörlega sko. Fyrir að fyrsta sko þá var þetta stórkostlegur fótboltaleikur og gaman að taka þetta sterkalegi bakari þannig að fótboltalega sé var þetta flott. Heldur betur. En þar með það er upptalið. Já. Og þetta horfir auðvitað mjög sérkennilega við sko vegna þess að allt svona fjölmiðlaumfjöllun hefur verið mjög svona sérstök. Það ekki með forsvarsmaður félagsins kemur í sjónvarp og segir að löggan hafi ekki mætt á einhvern fund og það er svona alls konar tæknilega atriði í kringum þetta sem er sko þessi ger ekki þetta og hinn ger ekki hitt og eitthvað svona lið ber auðvitað ábyrgð á framkvæmd leikjan og annað slíkt og eða fá þekkta hooligans eða svona ultras eins og maður segir sem er þá mestu öfgagimin í stuðningsmannahóp hvers liðs sem er líka alveg skemmtilegt og gott fyrir að út af fyrir sig en ef við töldum okkur við þennan leik til að byrja með
þá það þannig að þarna koma menn og báliðum og fara að drekka áfengi á einhverju pub fyrir leik, síðan selt áfengi á leiknum og síðan fólk að fara að drekka áfengi eftir leikin og það verður allt saman vitlaust og félagið sem slíkt sem ekki hefur mér vitanlega áfengisöluleyfi og ef það hefði áfengisöluleyfi þá það byggt á því að vera einhvern sal sem leiður út til samkvæmi fyrir fólk og þá bara einhvern svona fjáröflun fyrir félagið og hefur lítið með íþróttastarf sem að gera sem slíka. Þú mátt ekki sörvera út af vínvendingastað, svo dæmisþekju og allt þetta, þannig að það er dálítið sérstakt að henda boltunum í allar aðrar áttir og vera sjálfur seljandi áfengi á þessu leik. Það er ljóst að þessir áhangendur hafa verið rosalega góði kúnnar og þeir var styrt víkinga í þessu tilfelli gríðarlega vel af því þeir drukku svo mikið brennivín og keyptu alls konar svona hluti sem ekki gott og í raun og veru þetta svona öfgafyllsta myndin af því hvernig áfengi og íþrótti fara alls ekki saman. Það eru með dæmi þegar búið að sameina þetta tvennt með þeim hætti sem þarna verður. En ertu að segja að áfengið hafi verið selt kannski ekki með löglegum hætti? Ég held að íþróttafélag Víkingur með fulltrúi fyrir þeim að þeir hafa ekki áfengisöluleyfi. Þau íþróttafélag sem hafa áfengisöluleyfi, þau hafa þá leyfi yfirleitt við einhver tiltekinn sal. Og þá það eins og með önnur áfengisleyfi, þá máttu bara selja áfengi þar inni og neita áfengis þar inni. Stúkan ekki vínveitingastafur. Voru menn að drekka bjór í stúkunni? Ég var nú ekki leiknir sjálfur en mér sagt að það hafi verið svo leys. Ég hefði ekki 100% en það má líka sjá á öllum myndum frá leiknum að það greinilega áfengissalhandum hönd og þeir sem drekka mest áfengi þessum leikjum eru svona fólk eins og þessi Danir sem koma beinlínis til þess að búa til einhvers konar vissin útrúsöld saman. Já. Þannig að þarna verið að bjóða bara hættunni heim. Þú getur, ef þú ætlar að hafa flotta umgjörð kring fótboltaleik með þessu, þá þarftu bara 300 löggur. Ég fór hérna, fyrir mörgum árum fór ég á mjög skemmtilega leik í þriðjudeildinni Bresku. Þá voru mínir menn Brighton and Hove, þeir voru í mikilli fallbaráttu og voru að spila við lið sem heitir Millwall. Og ég held að væri ekki neitt mál að fá miða á þriðjudeildaleik í Breitlandi sem það reyndist vera. Það var stórmál í raun og veru því ég að fara á skrifstofu félagsins deginum áður og sína nafnskírteini, vegabréf. Og ég að segja mönnum það að ég var nánast eini Brighton aðdáandi á Íslandi og hvort ég geti ekki miða. Og það var einfaldlega þannig að þá var Millwall sem eru þekktir fyrir að vera með sína allra vestu stuðningsmenn, það að segja öfga hluti stuðningsmenn þeirra eru bara óbúðslega mikið vandamála, það fylgir því stórkostlegt vandamál. Á þeim leik þá var ég með ljósmyndatöskum með þá leitaði öllum töskum í fólki, það var ekki selt neitt áfengi á leiknum. Millwall áhangandinn þeir komu bara einhver rútum og settur á ákveðið svæði sem girt af. Það var engin áfengisala, það var mjög hár öryggistandard á öllu. Síðan var bara það fór engin út af vellin fyrir að það var búið að sópa þessu Millwall fólki í sína rútur og það var komið í burtu. Þarna var aldrei hugmyndum að selja áfengi í einhverju styrtarskyni fyrir íþrótt og æskulistar félagsins Brighton and Hove þá. Þannig að þetta auðvitað þannig að þegar að menn eru komnir á þennan level eins og víkingarnir þá fylgir því ýmislegt og það fylgir því bara mikil ábyrgð líka ef við tökum bara íþróttafélagin almennt. Það fara gríðarleg fjármunir frá samfélagin til íþróttafélagin, það er bara gott. Og því fylgir svo kvöð og ábyrgð að þú ert að nýta þetta í uppbyrðstarf. Það er margsannað að allt þetta með íþróttur áfengi og þetta líkum, það er bara vaxandi vandamál. Það getur vel verið að menn getur nefnt dæmi allt sé í fínulegi einhvers staðar, en það eru alveg ótrúlega mörg dæmi það sem að alls konar svo hlutir hafa farið algjörlega böndunum. Jafnvel þó að sé enga fyrirtæki eins og breski fótboltinn út af því að þetta bara, það fylgir þessu mikið veist og þetta dálítið einföldun að taka áfengi út úr þessu mengi. Það bara grundvallar þáttur í öllum þessum órum, þetta allt saman dauðadrykki fólk. Og þú nefndir fjölmiðla umfjöllun, upplifirðu að blaðamenn, íþróttafréttamenn sem eru að fjalla þessa viðburði, þeir
séu kannski ögn meðvirkir gagnvart íþróttafélagana vegna þess að þeir eru svo oft búin að heyra forráðamenn íþróttafélagana segja að þetta sé orðin svo mikilvægur tekjupóstur að þeir gætu ekki reikið félaguna þeir eru svona að selja hellinga áfengi. Nei, það líka svolítið skrítið að því að við höfum stýrt alla þessa velli, við höfum byggt öll þessu hús, samfélagið og svo kemur einhver sem allar fara að monta sig þegar verður rosalega góð í íþróttafélögunum sem er þá alkohólbransinn sem eyðir 2800 biljónum. Ég hafði 2800, ég held að sé 9-0 eða 12-0 sem íslenska krónur sem fer í markaðsvæðingu, fer í auglýsingar, fer í normaliseringu. Og ég held bara að sé orðið þannig að það sé orðið einhver svona viðþorf einstakra hópa í íþróttafélaginu vegna þess að nú ég formar í fóruðræðfélagi gegn áfengissjúkdómum og við fáum auðvitað fullt ábending fyrir fólk út í bæ sem er bara mjög óhress með þetta. Sumir segja þetta eru bara einhver miðaldra kallar sem er gott að fá sér bjór og þeir samina það eitthvað að horfa á fótbolta. Og það er svona láta eins og þetta sé ekki neitt. Það er bara algjörlega klárt í mínum huga að áfengissýnaðurinn, hann getur aldrei við hluta forvörnum og við getum bara séð hvernig áfengissýnaðurinn sem eigði þessum 2800 miljónum eða miljónum, þetta er alveg klikkaði peningar sem fara í þetta allt saman, þeirra markmið eru auðvitað að normalisera og við getum líka tekið bara þegar við ferðum að kíkja á umræðana hvernig áfengisbransinn umræða áfengisbransans gagnvart almenningi eða öðrum er til dæmis að ábyrðin, þeir segja þetta að áfengi getur verið hættulegt, en ábyrðin er alltaf á þér. Þú verður að passa og það er ekki okkur að kenna þú verður eitthvað. Þetta er bara svipað ef við tökum hálsbólgufaraldur og þú kemur til læknis og hann myndi segja, jú, það er sjálfsagt það er mikið, hérna veirum í gangi maður, en það er ábyrðleysi á þér að koma hérna að kvefa til mín. Þú ert að segja að það sé búið að taka samfélagslega ábyrgð út úr jöfninu. Já, þeir hafa enga samfélagslega ábyrgð. Þú getur líka, ef við tökum bara íslensku umræðum þessi mál, það er til þeir sem eru hagsmunaaðilar í þessu. Þeir segja til þeir tala niður allar rannsóknir. Svo gera með rannsóknir sem eru til með alveg kolrugluðu sniði. Það er að segja, ef við tekum áfengissjölsingarna þá getur orðið gert einhvers konar könnun, senda einhverja list og spurt hvort þú hefur orðið drikkveldur á þegar það sé áfengissjölsingu. Þeir nota sem sagt sniðmátt sem er svipað eins og lyfja rannsóknir, það sem útilokar alla þætti. Það er ekki hægt að nota það í hagfræði eða samfélagsrannsókn. Þú ert með svo marga þætti, þú getur ekki fundið orsakasamhengi milli þess að auglýsir eitthvað tannkrem og að krakki breiðholti fá ekki tampinu. En þeir nota svona triks meðan að við sem erum sem bransa vitum það til fjöldi rannsókna það að ungt fólk sem hefur lent í miklu vesinni með áfengi. Eitt stærsti áhrifþátturinn í aukin neyslu og þeim og neyslu er þetta áreiti sem áfengisauglýsingar eru. Þannig að það er alls konar svona hlutir í þessu sem eru dálítið sérstakir og það eru þetta grundvöldun í þessu er það að hagsmunaaðilar þeir eru í því allan ásinsing, alla daga, allan sólarhringinn út allan heima normaleisra áfengisneyslu. Hafa þeir áhrif á blaðamennskuna umfjöllunum? Ég held að sé einfaldlega bara þannig að ef þú kemst inn með fótinn þarna og ég finnst til dæmis eins og í þessu atviki með þennan leik sem við erum að tala þá finnst mér dálítið sérkennilegt að hvernig menn eru eins og að reyna að útiloka grundvalla þáttin í þessu vesinni sem er áfengisalan, sem er áfengið á vellunum, sem er áfengið fyrirleik, sem er áfengið eftirleik. Þá er þetta bara afgjöld sem einhverju kolvillisir danir og bla 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 og þeir eru bara svona og þetta liði frækt fyrir með svona stuðnismenn og allt þetta og það er bara afgjöld búið. Þegar að svona kemur upp að þá er þetta ekkert einsleitt og þess vegna segja allir með áfengisala á vellinum hefur alveg öruglega ekki dregið úr þessu öllu saman nema síður sér. Þannig að þetta er fyrir utan auðvitað þetta eins og við talum að það er auðvitað mjög undarlegt að eitthvað félög sem eru að þykja í óbert uppbyldistarf sem er öllum mjög gott að þeir skuli vera komnir í eina sæng með áfengisbransan. Þá spyr maður sig hvað er það þá næst nikótínpúðarnir eða hvaða bransa alltaf er að semja við næst. Þannig ég sé bara stjórnmálamenn verður þetta standi í lappirnar gagnvart styrkveitingu til uppbyldistarfs
Það er algjörlega óhugsandi að áfengisbransin geti að negin leiti komið inn í forvarnastarf. Það er alveg jafn skynsalegt innan gæsalappa að semja þá einhverju síkarturframleiðendur það hvort þau líki styrkja eitthvað íþróttafélag eða veipsala eða hvað þetta skilur. Ég heyrði í foreldri í sumar sem var það nú gamalkunn umræða hjá foreldrum á Íslandi hvort þú eigir að fara í ríkið fyrir 17, 18, 19 ára barnið þitt. Áfengiskaupa aldur ju 20 ár samkvæmt lögum og margir segja að neysla áfengis fyrir 25 ára aldur getur verið skaðleg heilanum og miðtaugakerfi ungmenna. Maður hefur lesið skýrslur það að ef fólk ætla að hefja neyslu áfengis ætti það að bíða til 25 ára aldurs. En rök þeirra sem að kaupa áfengi fyrir börnin sín hafa stundum verið þau að annars færu þau bara út í landa eða eitthvað verra. Og þetta foreldri sem að ræddi við mig í sumarfríinu hafiði orð á því foreldri sem hefur staðið í lappirnar og segi bara nei, ég kaupi náttúrulega ekki áfengi fyrir þig á þannig að þú verður 20 vegna þess að þá var ég að bara fremja lögbrot að það sé orðið erfiðara að móast við með einhver prinsip með vísan til laga umhverfis og annars einmitt út af þessari normaliseringu að í huga ungmenna og barna verði birtingarmynd áfengis eða verði, neysla áfengis hún verði alltaf meira og meira áberandi og það var meðal annars vitnað í íþróttahreyfinguna í þessu. Já, þeir eru bara að láta plata sig. Það er bara svoleiðis þeir menn eru bara að láta plata sig af því að það er líka ef þú tekur bíómyndir ef þú tekur bíómyndir og alls konar menningar tengt efni þá eru til dæmis reykingar og áfengisneysla miklu meiri þar en eðlilegt er. Og eða út með ungling, 12, 13, 14 ungling sem að koma sér upp sjálfsmyndinni, að vinna í því hver ég og að glíma við allt þetta og finnur í sínu nánasta umhverfi alls konar fyrirmyndir. Þá finnur það í kvikmyndum sem eru fjármagnar áfengisbransunum eða tóbaksbransunum eða eitthvað og þetta er orðið svo lævíst allt saman. Og ég held í raun og veru ef maður tekur ég held allir með þeir sem að því að við fáum alltaf póstum í kringum fótboltan sérstaklega og höfum fengið í gegnum körfubolta líka og við höfum ekki lítið á sem okkar hlutverkar að byrta eitthvað efni sem okkur sendt en það er alveg ljóst að svo mynd sem að forsvarsmenn í íþróttafélaginu gefa þessu er ekki svo sem algilt þó þetta sé einhverju leyti allt í lagi þá bara fullt af svona dæmi sem kom upp sem ekki góð og á þessum íþróttafélagi en það sem í þessu það ekki bara það er æskulýðsmenningin sem hefur alltaf verið við getum bara séð 68 tímabili 70 tímabili þegar hippabildingi verður þegar punki kemur allir þessi unglingamenning sem kemur viðskiptalíf hefur alltaf komið strax inn það var í punkinu voru alvöru punkara sem voru bara alveg ístilin punkari en svo var fljótleiti það gastu verið helgapunkari og þá var auðvitað eitthvað fyrirtæki búin að búa allir eitthvað dótarreikningu það sem var orðið viðskiptalegs eðlis sama fóra einhver leiti með hippabildinguna þannig að það auðvitað markasöflin eru svo óbóðslega sterk og þau eru alltaf að sækjast eftir áhrifum hjá ungu fólki og ég held að sé líka í þessu samfélagsmiðla fyrirkomið samtímas þá eru börn komin utan seilingar foreldrasamfélagsins þannig ég held að foreldrahlutverk í dag það hefur sennilega aldrei verið eins mikilvægt og eins mikilvægt að vera til dæmis eins og maður sér þetta sem var presentari þegar fórum í herferð fyrir í Elgamata þá var þessi samvera fjölskylduna sem alveg gríðarlega mikilvægt og ég held að hún leiði automatist af sér að ungmenni byrji síður að drekka áfengið eða seinna eða fara í nikotínvörurnar eða óháflega orkudrykki eða hvað þetta kann að vera sem er verið að trufla ungt fólk með. Þannig ég held að það er þetta sem að er svo mikilvægt. Þessna finnst mér dálítið sérstætt því að ef við tökum frjálsíþróttahreyfinguna það er bara gjörsamlega algjörlega óhugsandi að tengja áfengi við frjálsíþróttaviðburði. Það er bara ekki til. Áhorfendur á frjálsíþróttaviðburðum
þeir þurfu ekki að bæta upplifun sína á hástökki eða sprettlaupi með því að vera að drekka áfengi. Nei, og engin rökli lína á milli þess að eitthvað annað ætti að eiga við áhorfendur á fótboltaleik. Nei, það er bara því miður er slús. En svo önnur ella, sko, það er líka skemmtilegt að pæli, sko, þessari menningu, sko, fylgjenda. Eins og menn, sko, nú mér sagt að þessi hópur sem kemur á Víkingsleikin er ekki svo kallaðir ultras eða sem sagt, þetta er ekki algjörlega jaðarinn. Og þannig að þetta er marglaga og í raun og veru held ég að þetta sé bara skipulagt, sko, þetta verður svona af þessari menningu sem er komið þá leiðir ýmislegt svona af sér og svo eru alltaf mikla stúdíur sko, af hverju fer fólk í þessa öfga af hverju fer fólk í þessa öfga stuðnishópa. Gaman að Desmond Morris, hann var mannfræðingurinn, hann skilgreindi fótbolta sem sko svona styrjöld og með öllum þessu táknum og mörkin eru þetta borgamörk og þú skora marka og þú er búin að koma ná borginni og þetta er sem betur fyrir reglur í leiknum, annars myndi bara menn sko högga á einn og annan þarna eins og gefst það til fornið. Þá er það raun og veru þetta að ef þú ert í þannig félagslegum aðstæðum að þú ert komin út úr öllum kerfum, þú er enga ástöðlega að treysta núverandi kerfi, þú ert atvinnulegs, hefur enga menntun, þú ert til að komin í það að samfélag hafna og þá er ein leið til þess að vera einhvers konar manneskja, er það að aðhyllast eitthvað líð og þá fylgjur því ekki súrt og sætt og tekur út alla reiðina gagnvart öllu í gegnum þessa destruktífu framkomu sem slíka. Þörfin að tilheyra jafnvel þótt hátternið sé skaðlegt. Já, sko, hún spilar það sterkt hlutverk. Já, sko, það er sennilega það, sko, ég var að rifja upp í gær, sko, ég var að vinna í félagsmiðstöð í Gautaborg, ég var á námsárum mínum og þá er það svona hvernig fólk getur aðlagast einhverju svona destruktífu, sko. Það var unglingur sem kom aldrei almennilega í félagsmiðstöðuna en hann fer sérst að á sumri voru við oft fyrir utan félagsmiðstöðuna, hann er svona stundum á bekknum og hann fer eitthvað að tala við mig, sko. Hann fer að tala alla þessar vondu útlendinga sem taka stela vinnunni í Svíþjóð með alls konar svona dótari, sko. Heyrandi það, ég er ekki, þó ég tali sænsku, þá heyra það allir, ég er ekki sænsk fæddur. Og maður gerir það aldrei í svona félagsmiðstöða bransa, sko, maður talar aldrei hreint pólitík en eitt kvöldi þá ákvað ég elda þessa frasa og þá var þetta alveg innanslust. Þá var þetta bara frasa sem að kunni utan að hann hafði enga, sko, hún fannst ég ágætis drengur eða maður. En hann var einmitt með öllu senginni, þetta var ungu maður sem var í miklum erfiðleikum og hafði ekki þau góðu spil sem við höfum á höndunum og bjóði félagslega erfiðar aðstæður og hann hafði bara því miður hitt einhverja svona hópa sem voru þarna. Og þeir segja að þú ert bara okkar maður og loksins hittu við þig. Þannig að það er einhverju svona mekanismar sem að stýra þessu últradæmi í fótboltanum líka. Og það er auðvitað viðfangsefni út af fyrir sig eitt og sér, sko. Já. Nú efast enginn að það náðist á tímabili mjög mikill árangur gegn ekki síst unglingadrykkju hér á landi og við höfum kannski trúað því skeið að við værum á betri leið, svona sífellt, en framfærir í þessum málum er ekkert endilega línulegar óendanlega og sumir ræða bakslag í þessum efnum. Eitt af því sem að lifir og hefur alltaf lifað þrátt fyrir umbæturnar, það er þetta samfélagslega leyfi sem er gefið fyrir mjög dularfullri hegðun til dæmis út í eyjum á þjóðhátíð. Já. Og þetta er náttúrulega með ólíkindum, sko, að einhverjum dögum bara rétt fyrir þjóðhátíðina þá kemur gul veðurviðvörun og sko ég ætla bara að segja það upp átt að þótt Eyjamenn verði brjálaðir, sko, og það er svo miklu hagsmunir undir að fá sem flest fólk. En hið rökrétta viðbragð hefði náttúrulega verið frekar að flytja þá íbúa frá svæðinu og pakka niður trampolínu. Já, einmitt. En þá hefjast fólksflutningar sem aldrei fyrr og svo er svona til Eyja og þegar aðra þjóðir hefðu kannski bara lokað eða farið að reyna að beina fólkinu frekar frá
og svo kemur náttúrulega algjörlega brjálað veður og allt breytist þarna í Vígvöll en samt stutt í hetjudyrkunina hjá þeim sem, eða sem sagt hetju ímyndina, hetju sögurnar af þeim sem lögðu á sig að vera þarna kannski ungt fólk í brjáluðu veðri, rennblöyt og munaði minnstu að færi náttúrulega illa í mörgum tilvikum. Mér svona dottið í hug að þjóðhátíð í Eyjum sé svona síðasti skikinn á þessari gömlu íslensku upphafningu drykkju óstjórnar á Íslandi. Já, sko, það gaman að minnast þetta vegna þess að sko þjóðhátíð í Eyjum svona eiginlega tveir viðburðir. Það annars svona heimamenn sem ofsalega hefðbundið og gerir ýmislegt. Svo er það bara djam í dalnum og að því vorum að tala mannfræðina á það sko, að þá eru svona menn að tala það svona höft samfélagsins séu svo mikil að þú getur farið og gert alls konar vitleysu bara eina helgi þegar þú kemur inn í þetta hlið þá ertu komin eitthvað fríríki sko og eitthvað svona en það alltaf sérstakt sko að þarna náttúrulega vita menn að það nánast vitlustöður og samt sko ég fór að hugsa sko ef eitthvað alvarlegt hefði skeð og hvað hefði maður gert og hvernig sko ég þekki að sjálfur sko það rockfestival í Svíþjóð og svo fyrir hann aftur þangað sem var sko komið svipar aðstæður upp fyrir nokkrum árum og þá bara frestað þá bara sagt ok, nú veðri bara nú spáin svona, við bara höldum ekki þessa hátíð og eitthvað slíkt sko en þarna eru kannski peningarnir en ég held að sé að breytast stolti mikið líka þessar hátíð sko vegna þess að það komið svo mikið svona hverfahátíðum eða bæjarhátíðum að þessi stóru viðburðir sko ég held að sé sennilega bara eftir allir sé ekki bara eftir sko þjóðhátíð í Eyjum að mestu leyti sko af þessu öllu saman. Jú, svona það sem við höfum til dæmis séð dæmi aðrar hátíðir sem að hafa algjörlega umpólast í þessu sko. Stækka sko. Þessu tökum Akureyri. Já. Það var náttúrulega mjög slæmt ástand verslunarmannahelgi ár eftir ár. Já. Núna héldu menn þar 20.000 manna talið lokatónleika á einni möllu eða hvað það heitir. Já. Og hérna sá alla vín á nokkru manni, skils mér. Líka, sko, börn og fullorðnir saman og svona. Þetta verið stækka og svo springur þetta sko. Ég var nú svo frægur að fara á Bræðsluna sem stórkostlegu tónlistaviðburður. Já. Og þar eru bara fyrir löngum ákveða þetta tekur svona margt fólk og punktur. Ef þú fer að setja fleira fólk þá fer að koma meira við sín, maður hefur sér alls konar svona bæjarhátíð sem fara algjörlega böndunum út af þetta svipaði svo út af fjöldun, sko, það svipaði svo menningarnóttin það var alltaf skemmtileg umræða hana nokkrum árum að hún var eiginlega bara hrúa af menningaviðburðum síðan breytist hún í það að þetta allt orðið áfengistengt og það var orðið verið að selja áfengi á öllum götum og þetta var orðið rosalega mikið prófíl þar í stæðan fyrir að sína allt þessa flottu menningu sem og þetta getur fólk fengið sér að borða og eitthvað svona slíkt og fengið sér drikka eða vill sko en það var orðið svona dálítið framalega í öllu og þá held ég að menn hafa bara tekið ákvörðun að setja það sko setja það svona meira til líðars heldur en verið hefur sko. Og þessi lína sko, þessi hugrenningatengsl á milli hreisti og neyslu áfengis eins og íþróttaviðburður og svo við förum aftur til Eyja að þú sko komist lifandi út úr nóttinni vímaður í brjáluðu veðri og berir þið vel og enginn efast að heimamenn unnu þrekvirki með því að hjálpa öllu því fólki sem þú hjálpuðu en það engin umræða hvað hafi í rauninni átt sér stað. Nei. Umræðan fyrir bara öll í hvað heimamenn séu æðislegir að opna heimili sín fyrir röktu fólki en það engin umfjöllun í fjölmiðlum hjá fréttamiðlum áfengisneysluna og hættuna sem fylgir þessu. Sko, hún líka bara að þú tekur myndir úr sjónvörpum bara úr þeim miðlum sko, fyrir hátíðina þá fólk að fara til Eyja og það allir byrjar að fá sér og það áfengi út allt, það flýtur allt í áfengi og annars líkt sko og það þetta moment sko, þarna þetta og þarna náttúrulega bara eitt ekki áfengisfyrirtæki sem stýður þetta dæmi í Eyjum bara með einhverjum, það örugglega alveg ótrúlega miklu peningar sem fá að gegnum ákveð áfengisfyrirtæki. Veistu hvaða fyrirtæki það Ég held þetta, ég vil helst að ég ekki nefna tegundir
í fjölmiðlum. Það er þannig við fengum ábendingar og fáum alltaf ábendingar, foreldrasamtökin, alveg sko áfengisauglýsingar út allt og sviðinu, út alla trissur og þá var svo fyndið við sýtum við vild sko það er þetta kæra í gegnum heimasíðunni okkur, foreldrasamtök.is, senda ábendingar og við fengum einu sinni ljósmynd. Það sem var bara risastór áfengisauglýsing og við fengum síðan bréf að það hefur verið fellt niður og við sem sagt við kærðum niðurskurðinn og þá var þetta sendt til Eyja og þá var einhver lögreglu og það láti fara og kannið eitthvað betur og þráttur að vera með mynd. Þá sá lögreglembætti í Vestmannaeyjum ekki heldur neitt. Og svo kom náttúrulega til ljós að einhverju lögreglunni í Vestmannaeyjum var þetta í þjóðhátíðarnefndinni líka sko. Og þannig að þetta allt í einhver svona alveg bara en þetta alveg rosalega sko brjálæslega djammið og áfengismið. Og skilabúðin alveg skýr, þú átt að fara með bara 200 bjóra með þér í Vestmannaeyjum og vera bara fullur í 3 daga. Óvissan svo mikil afdrifðin sem ungrar mannesku að þetta hættu ástand. Það líka bara að því það er gaman að velta fyrir sig fjölmiðlun sko, sem dálítið einkennilegt sko eins og ef við tökum hann leik Víking og Bröndby þá engin svona kritisk sjónarhorn það nema það sem við erum búin að ræða hérna í þessu spjall okkar. Það ekki svona kritisk móment þar, hver ábyrgð þess og hinna ef eitthvað skeður og af hverju gera menn ekki svona og svona, af hverju geta menn bara beitt í allar áttir, af hverju er verið að fara að tala við sko, af hverju allar svona öll viðtöl í tengslu við útiháttir svona áfengistengt. Er ekki hress? Er ekki rosa gaman? Já, algjörlega sko. Það örugglega þetta að vera myndaserju sem er jafn ömurleg og þetta gleðilegt ef menn vildu. En sko, það sem ég tek út úr þessu spjalli við núna, Árni, að þótt að hafi náðust mikill árangur í baráttunni gegn unglingadrykkju og þótt við höfum svona verið frekar ánað með okkur þegar við lítum aftur miðað við tlæmis þegar ég fer að sækja böll 16 ára gamall og blóðir í vígvellir og nauðganir og fólk meðutundalaust og dautt og slagsmál alveg út og suður sko. Að þótt tímarnir hafi sannlega verið betri hefur mér fundist síðar þá getum við mistið allt út úr höndunum á okkur aftur. Það nefnilega akkurat þetta kjarni málsins sko, það orðið rof í þessu vegna þess að kynslóð núna þeir sem vilja fara að selja þessi gott að fá sér bjór á vellinum og eitthvað svona fólk sem á börn og ungmenn í dag kannski kynslóð sem alin upp fyrir svo góð skilyrði að því okkur tókst að snúa við alveg brjála þar erfið þróun sem var hérna í Íslandi við vorum mjög illa sett bara í alþjóðlegu samhengi gagnvart unglingadrykkju. Þess vegna svo sorglegt og okkur ég verð bara að taka það á mig og fleiri sem erum í þessu forvarnarbransa að okkur hefur eiginlega mistekist að þetta ferskvara. Það þýðir ekkert að taka átak núna. Það virkar ekki 2030. Alveg eins og það sem við gerum kringum 2000 eða 1990. Þetta bara, þú verður alltaf Pútín og kannski yfir eitthvað misheppnast svo kynslóð sem núna að fara alveg unglinga, alveg börn og ungmenni, semst svo kynslóð sem alveg upp við alveg præm skilir hvað þetta varðar, að því að það búið að ná tökunum utanum þetta. Þess vegna held ég við þurfum bara að taka þessu gömlu góðu gildi, það þessi samvera foreldra og barna sem lengst og ég held bara að svoleiðis þættir allir saman, þeir hafa í för með sér að fólk fer að ástunda heilbrigðari lífstíl. En forvarnafulltrúarnir bera nú ekki einir ábyrgð hér, sko, það hefur minna fé verið veitt til forvarnamála. Við höfum verið með kúltúr eða menningu inn á Alþingi, stemningu þar fyrir að gefa heldur í frekar en hitt, jafnvel selja áfengi, lögð fram frumvörpum að selja fram áfengi hvern einasta dag ársins og helgidögum líka og við höfum einhvern veginn vanist þeirri hugsun að þú sért ógeðslega leiðinlegur og pirrandi ef þú ætlar með einhverjum hætti að draga fram einhverja neikvæða þætti við neyslu áfengi. Þetta hluta á normaliseringu, sko. Það þessi stimplun. Það þessi stimplun á fólk sem ekki alveg inn í mainstreamunu gagnvart áfengi síðanum. Hugmyndum áfengi síðanarins. En ég held að sé bara það er sko það sem það náttúrulega fullt af óbúslega góðu hlutum í öllu svo ungmenna sko umhverfi. En það bara þannig að við þurfum að halda í þessi gildi þeir sem eru að þiggja fé til uppeldisstarfa eins og ég dræðum ekki
hún verður bara að vera trú þeim markmiðum og þá eins og við erum búin að segja ekki hægt að vera í samstarfi við áfengisinnan í forvörnum og það þarf alltaf að vera og hver kynslóð hefur náttúrulega sín einkenni og annað slíkt og það þarf bara að mæta því á þeim forsendum sem það og núna bara þessi markaðsöfli eru bara svo brjálagslega sterk og þetta er svo miklu peningar og þau hafa mjög mikil áhrif á römmun frétta og umfjöllun og andrúmið í samfélaginu. Ég hef náttúrulega marga fjöruna sopið verið í fréttum í marga áratugi og ég sé alveg gatið sem er opið núna fyrir krítískri umræðu. Fyrir 20 árum þá hefði fjöldi ritstjórna verið að fjalla hluti hér með gagnrýnum hætti sem að núna segir bara pass. Ég hugsa því komst, ég var að horfa ég horfa mikið á Sandsjón, ég var að horfa þátt sem heitir Uppdrag granskning, sem sagt bara rannsóknin, við ætlum að rannsaka eitthvað hluti. Ég var að sjá á þáttur þessar sprautur sykursýkisprautur megrunarlífið og þar fara menn bara alla leið og mér finnst að það er kannski þessi stöð sem fyrir langlengst í fjölmjölum í svona krítískri blaðamennsku. Já, okkur skítsamum markaðsöflin. Við erum að reyna að byggja upp okkar módel með styrk hins almenna áhorfanda og hlustanda og hér er lítið auglýsingar og það er engin dagskrárgerð maður hér að ritskoða sig sérstaklega með liti til þess hvort einhver viðskipta þrýstöðuplagar á okkur. Ég held að það sé bara raunveruleiki margra fjölmiðla í dag. Ekki samstöðurinnar en ég held að sé bara einfaldlega þannig að svona kallar eins og ég sem tala gegn ákveðnu viðskiptahagsmunum, það er ekki gott að vera í viðtali í svoleiðis miðlum af því að þá hætta menn að auglýsa. Þannig að þessi tengsl eru auðvitað dálítið erfið og þá þurfum við eitthvað afl sem getur verið svona samfélagslega sterkt inn í þá umræðu sem þarf að eiga sér staði í samfélaginu með öllu því sem fylgir. Og gildir einu þótt að komi greinar og Facebook-statusar að það sé alltaf sama niður yfir og eitthvað svona það er bara hluta því að vera manneskja og vera gagnrýnin á samfélagið er að standa í lappirnar bursið frá þeim viðbröðum sem kunna verða. Það er ykkur stimplu það er alltaf að stimpla alls þjóflishópa forræðishyggja. Það er svo ekki forræðishyggja það er að gerða eitthvað frelsi og þetta setti svona samhengi sem að bara ég ofta að velta fyrir mér þessi frelsisumræði er náttúrulega mjög sérstök ég skil þá ekki bara akkur fólk sem er þar í þessar últrafrelsi akkur rífuðu ekki niður bara allir umferðarljós og umferðarreglur og svona dótari sem eru mjög heftandi í daglegu lífi fólks. Já, ég hef lengi verið þeirra skoðunar að orðið forræðishyggja sé nýtt niður að tilefnislausu. Ég meina það er forræðishyggja að ég ræði ekki sjálfur hvort ég spenna með bílbelti og ég læt það yfir mig ganga vegna þess að það bjargar mannslífum. Og svo er líka bara oft svo sérstætt að nú er til dæmis að gera mjög róttæka breytingar í lagaumhverfi í Litáin í samt áfengismál og það er alls konar svona takmarkandi sölu aðferðir og allt þetta og þá fyrir maður að velta fyrir sér á sama tíma og þeir eru með allt niður sig í tómu við sín að reyna að hífa þetta tilbaka að þá er fullt af fólki hérna í Íslandi ekki fullt en hávar hópur yfirleitt með forsvarsfólk hagsmunasamtaka í forsvari þá fámennur hópur sem hefur mjög hátt það að við þurfum að fara þangað þú veist. En Árni, það var og er og hefur verið gott og fræðandi að fá þig í heimsókn og ef eitthvað þá skulum við bara fjölga þínum heimsóknum hingað því ekki veitir af að við, eins og sjálfur bendir á, að við séum með gagnrýnar raddir gegn því sem er að gerast og við höldum áfram að fjallum þessi mál og samstunni. Kæra þakki fyrir komuna í dag. Sömuleiðis, þakka kærlega. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með þáttinn eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Já, það hefur ekki farið fram hjá ykkur hlustendur og áhorfendur að það aukinn áhugi fyrir Evrópu umræðu, aðild Íslands að ESB eða ekki. Greinar skrifaðar núna frá degi til dags og reyndar eru líka skrifaðar greinar það að við eigum ekki að íhuga aðild að ESB, en það svona meiri áhugi hjá fólki að taka þátt í þessari umræðu núna en kannski hefur verið svolítið skeið og ekki skrítið. Þessi ríkisstjórn hefur þetta mál á sinni dagskrá með þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki aðild heldur framhaldið. Og það vill þannig til að allir gestir í þessum þætti sem ætla að tjá sig mögulega ólíka sýn þeirra á málið eru hagfræðingar. Það nú ekki síst hagfræðirökin sem að telt fram. Við þekkjum öll vaxtastigið okkar, skopparabolta hagkerfið og svo framvegis sem oft telt fram sem rök að taka upp evru og meiri samkeppni hér innanlands, bankamarkaði og mörgum fleiri fyrirtækjasviðum. En það eru ókosti líka við aðild að ESB og vonandi erum við einhvers vísari eftir klukkutíma eða svo þegar við höfum rætt við þetta góða fólk sem hingað mætt. Erna Bjarnadóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Vilhjálmur Bjarnason, velkomin. Og Ágúst Ólafur. Gaman að fá ykkur öll. Ég ætla kannski að byrja á þér, Vilhjálmur. Ég las grein eftir þig núna fyrir nokkrum dögum sem fór nokkuð víða, henni var víða postað og þú svo sem gast þess ekki í greininni alveg hvaða afstöðu þú hefur til aðildar. Hún neikvæð? Sko það ekki ástæð til að gefa upp nokkra einustu afstöðu núna, það hins vegar hægt að gefa upp afstöðu til þeirra umræðu sem fer fram og hún á afskaplega lágu plani og lítilli þekkingu og ég stundum hissa, sko, þú talar það að hér séu 3 hagfræðimenntaðir en aðal umræðu grundvöllurinn hið svokallaða fullveldi og sjálfstæði sem að við skulum segja frekar lögfræðilegs eða stjórnmálalegs eðlis. Kannski ekki lögfræðilegs eðlis, heldur stjórnmálalegs eðlis. Og svo umræða sem ég var við núna á vordugum og í sumar, hún var bara í einhverjum móum og þar tókum menn bara skýra afstöðu gegn og nokkrir með alveg fyrirvara laust og ég hef nú áður fjallað svo kallað fullveldi og fullveldi og hlutleysi frá 1918. Hlutleysið var nú afskrifað í byrjun seinni heimsstyrjaldarinnar og síðan hafa menn í rauninni afsalað fullveldi í svo ótal málaflokkum síðan. Og ég taldi upp í þessari grein aðild að Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og aðild að Alþjóðaflugmálastofnuninni, aðildina NATO og aðildina Sameinuðu þjóðunum en sleppti einu ásettir á því og það herverndarsamningur frá 1941 og endurnýjað 1951. Herverndarsamningurinn sennilega afdráttar mesta fullveldis afsal sem hér hefur farið fram en ætlar einhver að neita því að landið sé sjálfstætt. Það ekkert land sem hefur mist sjálfstæðið sitt sem getur samið eigin mál og það megin inntak þessara greinar og ég bara bað mennum að ræða þetta á einhverjum vitrænu grunni og ég vildi líka minna á það að Ísland gerist aðili að evrópsku efnahagssvæði sem að svona auka aðildar eða ekki inn í svona auka aðildar sameiginlegu markaði iðnaðarvörur og kosti þess og hvað hefði gerst hér síðan og það var svo mæling sem að ég gera nú alloft til þess að testa mig hvort ég hann rétti reiknað og það hefur orðið 2,45% kaupmáttareikningu á ári á þessum tíma og það kannski efni í það að ræða ástæður þess en þá segja andstæðingar allra Evrópusamvinnu hvað hefði hún orðið án og ég get ekki svarað því. Nei, en ertu svolítið að afvopna þá sem að halda fullveldis rökunum
sem megin röksemd á lofti með því hvernig þú ferði yfir þetta skipulega afsal sem hlýtur að fylgja því að þróast sem vaxandi lýðræðisríki og velmegunaríki? Ég er ekki afopna nokkuð skapaða hlut, ég er bara bent á það að þessi fullveldishugtak 1918, það sem við fengum rétt til að semja eigin mál, að það er megin inntækið í fullveldinu, að mega semja eigin mál, en ekki það að gera ekki neitt. Þú fer líka nokkrum orðum Gunnar Braga og meint slitabréf hans eða ekki? Já. Í greininni? Já, Gunnar Bragi var utanríkisráðherra mestan þann tíma sem ég satt á Alþingi, eða við skulum segja fyrir partan, það skiptist nokkuð inn í tvennt, og hann var afskaplega samviskusamur ráðherra EES-samningsins og ég hefði ekkert undan núna hvart og ég var í EES-nefndinni og sótti alla fundi EES á þessum árum frá 2013 til 2017 og svo kom þessi kostulega tillaga hans Gunnars Braga að afturkalla aðildarviðræður og Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafði ekki kjark til þess að taka þá tillögu í gegnum þingið og þá kom eitthvert bréf og ef það liggur fyrir vilji Alþingis þá getur ráðherra ekki sent bréf með andstæðum vilja án þess að Alþingi fjalli þar Það er afnám þingræðis. Aðeins í lokin í þessum legg, er það skoðun eða staðreind að Bjarni hafi með því að ganga vafasama stigu í Evrópumálum mist flokkinn frá sér með þeim hætti að Viðreisn varð til? Já, Viðreisn varð til nákvæmlega á þessum tíma og ég þekkti nokkra forkólfa Viðreisnar og þeim var algjörlega nóg boðið og þarna varð aðskilnaður. Erna, þú, ef við byrjum á þessu með fullveldisraukin, með þetta áhugaverður punktur hjá Vilhjálmi og hérna hann eins og við fórum aðeins yfir reifar það að við þurfum ju alltaf reglulega að afsala okkur einhverju fullveldi til þess að mæta samtímanum. Er þetta orðaleppur hjá andstæðingum ESB? Þú ert ekki hrifin af eingöngu í ESB, er það? Nei, ég hef ekki alveg verið á þeirri skoðunni árabil að það sé ekki þá íslenskra hagsmuna að Ísland sé aðili að Evrópusambandinu og það felur ekki sjálfsögðu í sin eina andstöð við Evrópusambandi eða evrópska samvinnu. Það er fráleitt að þegar maður sér þessu stilt þannig upp. En auðvitað felur alþjóðasamstarf í sér að maður felur að einhverju leyti einhver verkefni eða leiðsögn í hendur alþjóðastofnana eða samtaka og ég eins og þið sögðu áðan, ég er nú ekki lögfræðingur sem hagfræðingur að fara að fjalla hvað fullveldishugtakið felur í sér frá þessu sjónarmiði en kannski ekki mitt sérsvið en ég hygg nú samt að þetta sé nú ekki með öllu sambarilegt að hvað það felur í sér í þessu sambandi fyrir smáríki að ganga í Evrópusambandið eins og að gerast alþjóði aðili að einhverju GATT eða WTO eða alþjóðabankanum. Ég sé nú ekki samlíkinguna alveg svona 1 og 3. Það má vel vera að setja samfærum manni, ég sé nú ekki þvermóðskar en það sko. En þetta er svona megin röksemd að verja fullveldið og með því ertu andstæðingur aðeldar ESB til dæmis og vitna sér til þingraðina miðflokksmanna? Já, ég verð náttúrulega fyrir mitt leit að segja að allavega það sem ég hef skrifað, þá hefur nú fullveldi ekki verið fyrsta orðið alltaf. Ég vil bara líta á þetta sem það hvernig hagsmunum okkar er best borgið í samfélagi þjóðana með þessari mikilvægu stöðu sem við höfum hnattrænt og hvernig okkar atvinnuvegir og hagkerfi er uppbyggt og hvaða stöðu við myndum hafa til að hafa áhrif innan og utan ESB. Þannig vil ég líta, ég hef allavega í þeirri umræðu sem ég hef blandað mér í og tekið þátt, þá hefur nú
reynt að horfa á þetta frá þeim sjónarhóli. Ágúst Ólafur, þú ert búin að eiga í riddeilu við Sigurð Kára Kristjánsson um ESB. Ég bauð honum í þáttinn því miður þá stóð ekki þannig á að hann kæmist. Ég rekna með að Sigurður Kári og hans sjónarmið verði á dagskrá hérna vonandi síðar í vikunni. Það hefur verið gaman að heyri ykkur tvo takast á þessi mál því hérna þetta er ágætis riddeila. Það er kannski, ég ætla ekki að endursegja ykkar greinar, þú getur einhverju leyti endursagt þín sjónarmið en sko Ísland á ekki að íhuga aðild að ESB. Þá er vitnað til orða Sigurðar Kára á ekki að íhuga. Hvað finnst þér þetta? Sko já, það er svo merkilegt, ég er nú búin að ræða þetta við Sigurð Kára bara í morgun og eru vettvangi að við erum búin að rífast þetta í 22 ár því það eru 22 ár síðan við vorum báðir kjörnir á Alþingi og þetta er nú eiginlega sama umræðan og ég er nú spenntur að kannski að fara að kannski komið tíma að taka stærri skref núna. Ég er kannski leftur að vera með 3 hatta, verandi haffræðingur og lögfræðingur og stjórnsýslufræðingur, ég er með þetta allt saman og get ég nálgast sem haffræðingur þá finnst mér svo augljóst að hagsmunum Íslands er betur borgið innan Evrópusambandsins og með evruna heldur en fyrir utan. Og ég vil bara leyfa mér að nota vaffin 4, vextir, verðbólga, verðtrygging og verðlag. Við erum með vexti sem eru alltaf 3 sinnum hærri heldur en í Evrópu. Við erum með verðbólgu sem er núna helmingi hærri. Við erum auðvitað með verðtryggingu sem er hækja krónunar og svo erum við með hátt verðlag. Ég veit að laun hér eru oft hærri en annars staðar í Evrópu en ekki alls staðar og það eru til lönd innan Evrópusambands sem eru hálaunalönd eins og við. Og atvinnuleysi minna. Við hefum líka dæmum aðildarríki ESB sem hafa minna atvinnuleysi eða svipa atvinnuleysi og Ísland. Núna eru 9 aðildarríki Evrópusambandsins með atvinnuleysi undir 4%. Það sem mann þarf alltaf að fara varlega þegar maður fara að bera saman lönd. Við erum 400.000 manna samfélag og bera það saman við 450 miljóna manna samfélag er mjög sérkennlegt og við veitum það. Og það er að finna mörg svæði innan Evrópusambandsins sem hafa bæði hagstæðari hagtölur og neikvæðari hagtölur og svo breytist það yfir tímunum. En við getum litið til Færeyinga. Þeir eru með de facto evruna í rauninni, sem er tengd við, þeir eru með gjaldmiðil sem er tengd við dönsku krónu sem er tengd við evruna, svipa hagsveiflu og annað slíkt, svipa þjóðarframleiðslu og þeir geta verið með alltaf helmingi, jafnvel 3 sinnum lægri vexti og við vitum það að húsnæðisliðurinn er stærsti kostnaðarliður heimilin á Íslandi. Matvælin eru ekki það langt frá og þetta skiptir allt máli. Þannig að ef okkur er alvara að gera Ísland ódýrara fyrir almenning og fyrirtæki, þá ætti þetta að minnst okkur að vera íhugað eins og Sigurður Kári sagði, ættum ekki að gera. En svo get ég sett lögfræðihattin á mig og rætt fullveldi eins og hér er búið að nefna. Sko, dettur einhverjum í huga að halda þið fram að Frakkland sé ekki fullvalda ríki eða Danmörk eða Holland eða Belgía. Þetta eru allt aðildarríki í ESB. Sko, það er ekki tilviljun. Að náðast hver einasta þjóð sem við berum helst sama við er annarkvort aðila að ESB eða hefur sótt aðild. Þessi lönd er engin kjánar. Ég sé ekki alveg rökin okkur við að nánast einn þjóð hefur búið að standa það fyrir utan til lengri tíma. Og ég tek undir Marti Grein Vilhjálms að varandi fullveldu og þau skref sem við höfum tekið, Íslendingur hefur oft yfirlega vegnað vel í alþjóða samstarfi. Við erum lítið útflutningsdrifið í hagkerfi sem reiðir sér mikið á utanríkisviðskipti og alþjóðasamvinnu og við höfum bara að fara kokrust inn í það samstarf á okkar eigin forsendum. En síðan get ég sett loka hattin á mig, stjórnsýslu fræðin og spurningana, sko, Ísland á heima í samfélagi Evrópu þjóða. Þetta er okkar fjölskylda og það hefur eiginlega aldrei eins mikil þörf og einmitt slíku samstarfi. Við eigum að vera í samvinnu og samstarfi og skjóli góðra nágranna. Við erum með ólíkinda tól í Hvíta húsinu eins og Vilhjálmur nefndi sinni ágætu grein. Þannig að heimsmyndin er að breytast. Þannig að ólíkt umræðinni fyrir 22 árum, þegar ég og Sigurður Kári var fyrst kostur á þing, þá er komið ný vídd í þessu umræðu og það eru öryggishagsmunir. Og Evrópusambandið, ég veit að NATO er grunnurinn þar, þetta veit ég það, en Evrópusambandið er sömuleiðis bandalag sem byggist á öryggishagsmunum og þess vegna skiptir miklu máli við tökum þá vídd líka inn í þessa umræðu sem framöndan er. Þannig að eins og maður heyra, ég er samfærum að við eigum að fara þannig inn en við hljótum að geta verið sammála að minnst okkar að hefja aðildarviðræður
á nýjan leik og fá þennan samning sem við höfum aldrei fengið að sjá og síðan leyft þjóðinni að taka afstöð til hvort við ættum að fara inn. Þó ég samfæri núna þá ég ekkert að segja við höfum að fara inn sama hvað það kostar, sjálfsögðu ekki. Ég veit að ESB og evra engin töfralausn, en það væri mjög sérkennileg nálgun að útiloka það svona fyrirfram og útiloka viðræður eins og sumir samfélaginu að gera. Að því þú nefnir verðtrygginguna, við náttúrulega þekkjum það að ungt fólk algjörlega dæmt til þess að taka verðtryggð lán núna ef það kemst í gegnum greiðslumat og þetta gríðarlega flöskuháls og mjög vont tímaskeið í gangi fyrir unga fólkið okkar, stór hætta á atgervisflótta og svona. Og ertu sannfærður að húsnæðiskaup yrðu einfaldari? Ég er sannfærður það. Við sjáum, ef við lítum á stýrivextina, og ég veit að vaxtastig getur verið mismunandi þó við höfum evru, en stýrivextir Evrópubankans eru 2,15%, við erum með 7,5%, þannig að já, það yrði auðveldar að fá hér húsnæðislán. Svo líka viðbótar vitt í þessu umræða að ég er sannfærður að erlend samkeppni myndi aukast með að fara inn í Evrópusambandið. Það alls konar svona viðskiptahindranir sem þarna eru fyrir hendi út af gjaldmiðlinum. Ég finnst bara hagstjórn sem byggist á gengisfellingum eins og íslenska hagsaðan hún ekki góð. Við gengisfellingar gerast alltaf kosta almennings. Það var að færa, það var að rýra eignir almennings í krónum og færa til útflutningsgreinar eins og sjávarútvegs eða ferðaþjónustu. Þegar gengi fellur þá hækka innflutta vörur og við þurfum að reiða okkur mikið á innflutta vörur. Eðli málsins samkvæmt, við framleiðum ekki okkar vörur, neysluvörur nema í mjög takmörkuðum mæli. Þannig ef gengi fellir niður, þá hækka innfluttar vörur í verði, það hækkar verðbólguna og það kallar á vaxta hækkun. Þetta vítaringur sem við þekkjum og með því að vera með annan gjaldmiðil sem langflesta þjóðir í Evrópu hafa kosið, það eru næstu tæplega 30 ríki í Evrópu sem hafa kosið þannig gjaldmiðil, þá fá aðeins meiri stöðuleika. Ég veit að hagsveifla evruna fer ekki eftir hagsveiflu Íslands, en við sjáum þau ríki sem hafa tekið upp evruna, það getur myndast meiri samhljómi milli hagsveifluna þegar á reynir. En það reynir auðvitað hagstjórn, ég veit það, en það er líka bara allt í lagi. Það má alveg reyna svo meira hagstjórn í íslensku samfélagi. En gengisfellingar ekki til lengri tíma sérstaklega góð leið og ekkit endilega sérstaklega góð vörn gegn atvinnuleysi eins og stundum sagt. Við vitum það eftir bankahrunið þá fór atvinnuleysi hér upp í næstu 10% og COVID-tíma hátt atvinnuleysi og svo framvegis. Þetta fordæmaleysi tímar en við höfum alveg okkar sögu tíma þar sem atvinnuleysi hefur reisið nokkuð hátt. Vilhjálmur, þú þekkir þessa umræðu eins og við öll með fákeppnismarkaðinn hér á landi, að gæðum sé úthlutað og skipta milli örfárra aðila og skortur á samkeppni sé eitt af okkar helstu meinum, auk það sem hefur komið fram. Hvaða skoðunar ertu? Þarf að lofta Það þarf að lofta, að hluti af þessum umbreytingum sem hafa orðið hérna frá 1993-94 þrátt fyrir allt aukin samkeppni. En við búum við tölverða fákeppni á mörgum sviðum, á bankamarkaði, tryggingamarkaði, eldsneytismarkaði og matvörumarkaði. Og ég hef nú stundu tekið sem dæmi matvörumarkaðinn og borið það saman við franskt fyrirtæki sem starfar á enga sölu markaði, það að segja vörumerkjamarkaði, ekki enga einokunarmarkaði, það Louis Vuitton, Moet Hennessy. Þetta fyrirtæki sem selur, skulum segja, gæðavörur og í svona efri klassa. Þetta fyrirtæki með 10% hagnað. Íslenskir smávörumarkaðir eru með 10% hagnað að veltu, en íslenski smávörumarkaðir eru með 3% hagnað að veltu og þetta finnst mér óþarflega mikið. En varðandi evruna að tala hér menn eins og evran sé ekki til á Íslandi. Ég veit ekki neitt landsvæð á Íslandi sem eins evruvætt eins og norðausturkjördæmi sem kjördæmi Sigmundur Davíðs Gunnlaugssonar formanns Sjálfstæðisflokksins hvað heitir flokkur? Miðflokkur. Já. Það ekkert kjördæmi jafn evruvætt eins og norðausturkjördæmi og það það bil 25-30% af öllu rekstri í landinu sem heldur sitt bókhald ekki í íslenskum krónum og heldur og tekur lán í þeirri mynt sem
þeim sýnast og erfiðast að deila fyrir utan afnám vörugjalda af fötum og heimilistækjum. Það var heimild til breytinga á lögum vexti og verðtryggingu eftir kostulegan dóm Hæstaréttar í svokölluðu gengistryggðu lánum. Þar sem að heimildin var útveikkuð og með gengistryggð lán. Það mátti taka lán í erlendri mynt, það mátti taka lán í íslenskum krónum og verðtryggingin hún var viðurkennd sem breytilegi vextir með áliti EFTA-dómstólsins. En það að skildi leyfa gengistryggð lán og ég settist nú niður og fór í gegnum reikni forsendundan, matematíkina að baki gengistryggðum lánum og erlendum lánum, bara fyrirgeðu. Og sömu breytistarðinir röðuðust eins nákvæmlega sama stærðfræðin. En hér alltaf verið að venda einhverja hagsmuni og það verið að venda hagsmuni sjávarútvegsins, það verið að venda hagsmuni landbúnaðarins. Og þá spyr ég, skiptir landbúnaðurinn einhverju máli? Til dæmis alifuglarækt. Ég held að hún hafi álíka mikið vægi eins og einn vertíðabátur og svínarækt eins og einn togari. Og í landsframleiðslu að þá landbúnaður sem næst 0. Það fer eftir hvernig, og menn hafa deilt það hvernig eiga meðhöndla beingreiðslur. Þannig að menningaraukin eru stærst á bakvið. Já, ekki hægt að venda hagsmuni bænda með öðrum hætti og þegar ég keyri sveitur landsins þá sé ég hvernig sauðfjárbúskap hnignar og í sjávarútvegi þá sé ég hvernig fullveldi mitt skert. Mér ekki heimilt að veiða fisk á sjó og en nú ekki rétt að menn fara nú að átta sig á því hvað máli snýst. Þetta snýst það að við semjum okkur að háttum annarra þjóða. Líklega eitthvað ferlegasta skeið íslenskrar sögu eru fyrstu 8 árin sem ég lifði frá 1950 til 60, ég reyndar fæddur 52 og svo hagstjórn sem þá var með alls konar boðum og bönnum og uppfærslum og niðurfærslum og svo framvegis og því miður tókst viðreisnarstjórnin ekki að ganga nógu langt og eftir sátu vextirnir og það sátu eftir nokkur gjöld eftir að Ísland gekk í EFTA. Og það sagði við mig þingmaður sem satt hjá í þeirri atkvæðagreiðslu þegar ég voru að spyrja út í þessi atkvæðagreiðslu, ég kunni ekki að leita í þingtíðundum. Hann sagði, þingmaður Framsóknarflokksins, hann sagði við mig, ég man ekki hvernig ég greiddi atkvæði, ég var dregin út í einhverja tóma vitleysu sem ég skammast mér alltaf fyrir. Framsóknarflokkurinn satt í heilulagi hjá. Alþýðubandalagið á þessum tíma greiddi atkvæði gegn aðild að EFTA á hvaða forsendu? Jú, á þeirri forsendu að ríkisstjórnin samþykkti ekki gerði innþróunaráætlana. Og Alþýðubandalagið komst til valda 1971 og þá var farið í innþróunaráætlanir í öllum atvinnugreinum og hver einasta innþróunaráætlun, hún hófst aldamótin 1500 og hún náði fram yfir 1970. Þá stoppaði innþróunaráætlunin. En einhvern veginn þá var til þróun í landinu þrátt fyrir það að framkvæmdastofnun ríkisins gæti ekki lýsti eftir 1970. Og við erum nánast komin inn í Evrópusambandið að flestu leyti á þennan innri markað og við höfum samþykkt það að taka upp reglur Evrópu án þess að hafa atkvæðisrétt þarum. En ég nefndi þessari margumræddu grein hluti sem að við höfum heldur ekki atkvæðisrétt. Það Evrópska lyfjastofnunin og Evrópska flugöryggistofnunin. Það aldrei greitt atkvæði. En báðar, til dæmis Evrópska flugöryggistofnunin og aðild okkar að henni, hún forsenda þess að það flogið til Íslands og íslensk flugfélög geta flogið til annar landa. Og Evrópska lyfjastofnunin að þar fer fram vinna
sem langt umfram okkar getu. Og hvað skortir upp á? Jú, okkur skortir upp á atkvæðisréttin og samkvæmt íslensku röksemdum landbúnað en þá ætti allir útlendingar að vera dauðir vegna þess að við höfum svo hollan mat sem að þeir borða ekki. Sumir fara til Móa til að éta hrátt. Sumir fara til Móa til að éta hrátt. Já, þeim að góðu. En hérna Erna, þú veist, við heyrum oft að það séu tveir hópar í samfélaginu sem að yrðu ósáttastir við að ef Ísland myndi gangi í ESB, það sjávarútvegsgeirinn og landbúnaðargeirinn. Nú heyrirðu hér ýmis rök og jafnvel er þetta eitthvað sem að ég vænti þess að ein ástæða þess að þú sett gegn aðild ESB séu landbúnaðarmálin eða hvað? Auðvitað tók ég mikinn þátt í bæði umræðum og greiningu á stöðu landbúnaðar gagnvart Evrópusambandinu áður en einu sinni var sótt og svo líka með að það var í gangi. Og ég hef alltaf verið sömu skoðanir í því og ég ætla ekki að segja samt að ég get ekki mögulega breytið upp tímann, ég ætla ekki að birtast sem málsvari þeirra einstrengislegustu en ég hef allavega ekki komist að annarri niðurstöðu ennþá en að hagsmunum landbúnaðar væri betur borgið í því fari sem það en hafandi sagt það, þá auðvitað að því að Vilhjálmur valdi nú að fara að tala landbúnað þá landbúnaður í Evrópusambandinu einhversa mest stýrði og regluvæddi og það eru tollar inn til Evrópusambandsins á miklu fleiri landbúnaðarvara heldur en nokkuð tíman inn til Íslands. Þannig að það nú ekki lausnin á því að afregluvæða og afnema tolla á landbúnaðarvörur að fara þangað eins og það sé alveg skýrt. Þannig að við erum bara að tala þar allt annað umhverfi og það má auðvitað segja það sama uppi við það eins og núna að stuðningur umfram það sem að Evrópusambandið gerir samkvæmt sinni sameiginlegu stefnu líkt og gert í Finnlandi með norðurslóðastuðningum. Hann auðvitað upp á það komin að íslensk stjórnvöld myndi vilja það og það þannig í Finnlandi líka. En sem sagt, eins og ég segi, mitt mat hefur hingað til verið það að það sé engu að síður betra fyrir landbúnað en það ekkert hins vegar eina ástæðan fyrir því að ég þessara skoðunar og en mér finnst hins vegar að við þurfum kannski öll að vera svolítið skýrari þegar við erum að tala þessi mál akkurat núna og ef ég má koma inn á tvennt í þessu sambandi, ég held ég sé búin að tala minnst í það. Sammála því. Að annars vegar þetta með evruna, Ágúst Ólafur sem hagfræðingur og við sem sittum hér vitum öll að þetta kannski aðeins flóknar en þú lýstir þessu áðan því við fyrsta lagi uppfyllum ekki skilyrði til að taka upp evru eins og fjármálum hér á landi standa í dag. Hefur ekki við öll sammála það? Nei. Við erum með meiri verðbólgu, við erum með meiri ríkisskuldir ef ég man rétt. Þetta farið mjög vel yfir þetta í viðskiptablaðinu í vetur, í viðtölum og samtali við Jón Daníelsson og ef við bara gerðum þetta, verðbólgan meiri, þá væri strax önnur staða upp í vaxtamálum hér á landi. Nú öðrulega Ágúst, þú talaði held ég 30 land sem hefði gjaldmiðil, það ekki eins og 30 land í ESB. Það eru ekki bara land í ESB sem evruna? Nei, en þau eru allavega mörg í ESB sem eru ekki með það. Eitt hefur alltaf þverskallist við það þó sé ekki með formlega undanþágu frá því, Svíþjóð. Þeir eru ekki með samta undanþágu, þeir bara gera þetta og önnur land draga lappirnar í því eins og til dæmis Pólland, ef ég man rétt. Þannig að hlutirnir eru nú svona, það eru fleiri hliðar á þeim skulum við segja, ég held við getum verið sammála það. En ég maður svo svara bara örlítið því það ákveðin skilyrði til að uppfylla upptöku evrunar. Það eru þetta 20 aðildarríki í ESB sem eru evruna og Búlgari mun taka við núna áramótin og flest stefna upptöku evrunar. Danir eru með beinktengdan krónuna við evruna og Svíar í raun og veru innan ákveðna vikmarka og svo eru önnur lönd í Evrópu búin að taka upp evruna, ekki síst smáríkin. Aðeins varðandi landbúnaðinn.
Sko, við vitum það ef við skoðum bara úttektir Alþjóða viðskiptastofnunar, þá Ísland það land sem með hvað mest verndaða landbúnaði í heim. Þetta Ísland, Noregur, Sviss, Suður Kórea sem með mikla verndartolla og ívilnanir fyrir landbúnaði. Ég veit að Evrópusambandið er með landbúnaðarstefnu sem á vel gagnrýna líka en við vitum að Evrópusambandið hefur verið að taka tillit til landbúnaðar og eins og hér hefur komið fram þegar Svíar og Finnar fór inn þá veittu þeir eins og alltaf stakt að það aldrei hægt en þá breyttu þeir sinni landbúnaðarstefnu eins og hér gatum sérstaklega að taka sérstaklega til norðlægs landbúnaðar og allur íslensku landbúnað myndi falla þar undir. Þannig að þegar ég var í mínu alþjóðasamstarfi og hitti fólk á Norðurlöndunum, ekki síst sem hafi tengingar í landbúnað hér Svíþjóðar og Finnlands, þá voru þær stættir til að byrja með neikvæðir en upp til hópa jákvæðir eftir inn var komið. Þannig að hér eru tækifæri fyrir íslenska landbúnað að skoða þetta með aðeins opnar augum heldur en bændasamtökin hafa gert hingað til að mínu mati. Og svo örstund var þetta sjávarútveginn og hér var nefnt örlítið með hann. Það þetta stóra máli líka. Það heilmikil misskilningur sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins byggist á einum hornstein og það hinn svokallaða hlutfallslegi stöðugleiki. Hvað það? Það veiðireynsla. Ríki fá kvóta í samkvæmt sinni veiðireynslu, nýlegri veiðireynslu. Það ekki að vera að líta til veiðireynslu 8. áratugarins, það rangt. Þannig að, og ef við lítum í tilviki Íslands, þá Ísland eina landið sem með veiðireynslu í íslensku hafi. Þannig að samkvæmt núgildandi reglum og stefnu Evrópusambandsins fengi Ísland allan kvóta sem úthlutað allan. Það ekki samkeppni á hálfu flota frá erlendu ríkjum? Nei, það er ekki einasta rík hérna sem fengi kvóta út af þessari reglum hlutfallslega stöðuleika. Ég 100% á þessu. Þetta verður margstaðfest og það er ekki nema hræðsláraður þegar menn að tala hér það er ekki verið að ræða það í þessu þætti, þegar verið að segja hér mun allt fullast af einhverjum spænskum og breskum togurum. Hvað er það þá í sjávarútvegsmálunum sem menn telja að við þyrftum að fá undanþágur fyrir eða reyna? Fjárfesting í sjávarútvegi. Sko, já, við þyrftum líklega heimila fjárfestingar í sjávarútvegi. Fyrir mér er það ekki ágefni. Eða fá undanþágur. Svo er hægt að semja, en við vitum það að erlendir aðalega geta keypt hérna í gegnum eignarhaldsfélög upp á 49% íslensku sjávarútvegi. Þeir hafa hingað til ekkert verið að gera það. En þetta er eitthvað sem við getum átt samtal við Evrópusambandi. Við vitum að Malta fekk hérna alls konar sér útfærslu varðandi sinn sjávarútveg. Þetta er hann ekkert að pari við okkar, ég veit það alveg. En þetta er eitthvað sem við leiðum í ljós í aðildar viðræðum. Þess vegna aftur ítreka við hljótum að geta hérna vera sammála um það. Svo er alveg skýr, ég er nú búin að sitja í 2 Evrópunefndum og leitt þar að eina að aðildarríki Evrópusambandsins geta alveg ákveð hvers konar kerfi þau hafa varðið útdelingu. Við getum haft kvótakerfi, við getum haft eitthvað annað kerfi. Það er alveg skýrt. Hugsun Evrópusambandinu er svokalega nálega regla sömuleiðis. Evrópusambandið vill að nærsamfélagin taki þess ákvarðanir. Það má líka ekki ofmeta hvað Evrópusambandið sé eitthvað stórt. Ef Evrópusambandið væri stofnun á Íslandi, þá væri það 40 manna stofnun. Þetta væri svipað stórt á skógræktin. Þannig til að sýna það að Evrópusambandið er ekkert að risa bákn eins og fólk heldur. Og svo ætla ég bara örlítið að bæta við varðandi smáríkjun og annað slíkt. Það er svo mikilvægt að hafa þau í huga að smáríkjum innan ESB hefur vegna almennt séð mjög vel. Þetta veit ég að Þýskaland er valdameira en Ísland, ég átta mig á því, en smáríkjum hefur vegna vel, lítum á Möltu. Hver er forseti Evrópuþingsins í dag? Það er kona frá Möltu. Lítum á Luxemburg, líka svipa fjölmennt ríki og Ísland. Þeir hafa átt forman framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Og svo framvegis. Og svo var þetta Evrópuþingmennina. Þeir raða sér á Evrópuþinginu eftir stjórnmálaskoðunum en ekki eftir þjóðernum. Ég var nú stundum í alþjóðarsamstarfi með Sigurði Andersen. Ég var ekkert allt í einu sammála Sigurði Andersen þó við vorum allt í einu komin til útlanda. Þannig að, bara ég tek það sem dæmi, ég myndi starfaði með jafnaðarmönnum, hún starfaði með hægrumönnum, hvort sem við varum innanlands eða utanlands. Þannig að það er líka hluti af þessu hræðsláðari. Íslendingar fengi bara 6 þingmenn áhrifalausir. Það verður ekki pólitísk útþynning. Nei, en þetta er þess að hver veldur á sem heldur, það bara fyrir til hvernig hérna, við myndum nýta okkur þessi tækifæri og við myndum þetta fara að fúsum og frá sér vilja, reyna að fá góðan samning fyrir landbúnaði, fyrir sjávarútveginn og svo framvegis. Auðvitað. Og ef samningar verið að takast ekki með þeim hætti, þá bara fellir þjóðin það. Ég átti efast ekki eina mínútu fyrir það. En
aftur, við þurfum að hefja þessa umræðu og dýpkana og fara í efnisatriði málsins. Já, ég ætla aðeins að fá að bæta við varðandi sjávarútveginn, sko, að grundvallaratriði sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins er ekki útdeling og kvóta heldur sjálfbærni fiskistofna og eigum við erfitt með að sannfæra eitthvað samstarfsaðila sjálfbærni íslenskra fiskistofna og við úthlutun kvóta. Og annað er hitt að það er miðlínur eða aðlíkjandi veiðisvæði gagnvart Grænlandi, gagnvart Færeyjum. Eru deilur það? Nei, það er ekki deilur það. Eru Frakkar að drepast undan ásókn Spánverja í Biskæflóa á sínum miðum? Nei, það er ekki. Spænsk fiskskip er ekki á frönskum fiskimiðum. En það er hins vegar þannig í Evrópusambandinu að lönd eiga aðlíkjandi lögsögur frá Grikklandi og alveg inn í Eystrasaltsalt og það er náttúrulega eðlilegt að þau stjórni sínum veiðum. En eigum við síðan að fara að skipta okkur að því hér fyrir utan þetta svæði? Nei, ég held ekki. Þannig að, og ég, sko, mann og ekki, sko, það er talað meðaltal verðbólgu eftir löndum og einhver lönd eru fyrir ofan meðaltal og önnur eru fyrir neðan meðaltali við mann rétt. Það get ekki allir verið í meðaltali. Nei, þess vegna verður til meðaltal. Og þess vegna verður til meðaltal og ég man ekki hvar Ísland liggur í því núna en ríkisskuldir ríkisins, það eru ekkert ofvaxnar þessum 60% sem eru Maastricht viðmið og varðandi evruupptökuna þegar evran var tekin upp árið 1999 að þá var Ísland eitt fárra ríkja sem uppfyllti skilyrði og hérna en síðan hafa menn farið bara þessa bakdýra leið að hér eru allir sjávarútvegurinn sem hefur mikið á móti Evrópusambandsaðild evruvætt sig og þeir eru með tvöfalt kerfi eiginlega einfalt kerfi, það eru öll fyrirtæki sem skipta máli í evrum og svo eru tvö fyrirtæki sem skipta meginmáli í bandaríkjadollar, það eru Icelandair og hérna og Landsvirkjun í dollurum stóriði fyrirtækin í dollurum vegna þess að viðmunnaverð á áli í dollurum þannig að sko væri nú ekki gott að taka upp svona eins og ég baðum í greininni vítiborna umræðu sem ég hefur fundist skorta. Erum við ekki að reyna það hér? Jú, við erum að reyna það en ég er nú að tala út fyrir þetta borð og hérna ég hef verið í sveit og ég fer sveiti landsins og horfi á búskaparhættu og hvernig fólki vegnar. Árið 1924 segi ég að landbúnaður misti samkeppnis yfirburði yfir sjávarútveg og landbúnaður hefur rauninni verið að dragast aftur úr síðan, menn hafa aldrei viðurkennt þetta en greinin sjálf hefur talið sig hafa ákveðna yfirburði og þetta hefur leitt til þessa ástand sem að nú og kemur til dæmis fram í kvörtun félags sauðfjárbænda afurðaverð í dag og hérna og ætla menn að horfa upp á það þrælahald sem í sveitum landsins Erna, ég nú gamall eins og að grunum á sjá og búin að vera sko hlustendur og áhorfendur þreyttir á að heyra það en þetta eru yfir 40 ár síðan ég hóf starf í blaðamennsku og hérna ég verið á flestum fjölmiðlum landsins og ég þekki sko þessi þrýstingsáhrif þarna úti hvað maður hefur stundu þurft að dansa hérna í sambandi við þessa Evrópuumræðu hún hefur verið ótrúlega viðkvæm og erfið og hérna ekki síst þau ár sem ég bjó út á landi svona í nálægð við öflugustu sjávarútvegsfyrirtæki landsins og svoleiðis þá maður hefur bara hreinlega ritskoðað þetta mál stundum langa kafla bara burt af starfi blaðamannsins sem er örugglega hluti vandans og hérna
ég vitnaði á hann í grein Sigurðar Kára, Ísland á ekki að íhuga aðild að ESB. Það búið að vera mikil þöggun þetta. Við höfum haft landið undir stjórn flokka sem að hafa staðið gegn þessu, sumpart að margir hafa talið gegn almannahagsmunum, hagsmunaflokkar. Núna erum við með ný rök, telja margir, sem varða alþjóðamálin og stríð og frið og mikilvægi þess að við göngum götu ESB-ríkjana sem að Vilhjálmur meðal annars rifjaði upp sinni grein að byrja náttúrulega að einhverju liti tengt eða mestu liti tengt friðarhagsmunum og öryggi og öllu því. Og við erum líka með, eins og ég nefndi áðan, þetta með verðtrygginguna að heimsmynd okkar Íslendinga er harla ófrjáls núna þegar bara við veltum fyrir okkur ungu fólki. Ég á börn sem eru unglingar og þau eiga vini og vinirnir koma stundum í heimsókn og mér finnst ég skynja svona jákvæða von hjá ungu fólki í dag sem ekki skilist eins og ég bundið á klafa fortíðarinnar þar sem að bara mátti helst ekki ræða málin. Getur verið að við séum enn að bíta úr nálinni núna í viðþorfum okkar með það að við vildum ekki styggja frekakallin? Já, það stórt spurt með löngum inngangi verð ég að segja. Já, ég áskil mér rétt til þess að blanda mér í umræðina. Já, bara svona, þetta bara fyrstu viðbröð, Björn. Ég nú líka svo gömul sem okkur ennum að sjá, ég held ég sé eldri en þú ef út í það farið. Já, þú fer bara betur með það. Ég fer svo svakalega vel með það. En það einmitt skemmtilega við umræðin svo hér, En svona við erum að velta upp mörgum hliðum og í góðu spjalli. Hver þessi frekikall? Ef við hugsum alþingiskosningarnar 2013, hvaða afgreiðslu fékk svo ríkisstjórn sem þá satt? Hvað var samfylkingin með marga þingmenn eftir þær kosningar? Vill einhver segja það upp á þér? Já, ég man það. Já, hvað var það margir? Voru ekki 7? Nei, þeir voru ekki 4. Nei, það var eftir kosningarnar 2017, þá voru þeir 3. Ok, en verra. Hvað segir það okkur? Það var ekki eftirspurn eftir þessu máli þá. Það hlýtur að vera hluti af svarinu, minnstakosti. Þú ert að gleyma bankarhunni sem var þarna í ykkur ákveðni. Það getur breyta þarna tiltækt eftir það. Já, hvaða viðbrögð sýndi svo ríkisstjórn við afleiðingum hrunsins með Icesave? Hún ætlaði að borga. Það var þjóðin sem stoppaði það. Þannig að það var ekki frekikallin sem þið eru að tala hér um. Hann svo sannlega fyrir hendi og skuggi hans langur. Skuggi hans má ég klára. Hann kann að vera langur. Ég engin talsmaður hans. Ég er alls ekki talsmaður bændasamtaka hér. Bara svo það sé alveg á hreinu þó ég hef unnið fyrir þau mörg ár. En það sem ég að segja bara að kosningarnar hverjum tíma hljóta endurspegla einhverja niðurstöðu lýðræðis. Og þetta mál, það var svo sannarlega ekki á dagskrá fyrir síðustu kosningar. Og ef að menn hafa svo samþykja í ríkisstjórnarviðræðum að það er að fara fram einhver þjóðaratkvæðagreiðsla, þá er allavega ótímabært að tala eins og þetta mál sé nánast komið á stað. Það er komið á stað? Já, en af hverju fer það á stað áður en fyrirheit ríkisstjórnar sem segist alltaf hafa viðræður, en fyrirgeði atkvæðagreiðslu það, er svo mikið sem búið að dagsetja. Það er vegna þess að við höfum málfrelsi. Þú hefur málfrelsi á þess að ríkisstjórnin ákveður. Já, en ég meina á vettvangi ríkisstjórnarinnar. Er það komið á stað? Það er engin að... Margir sem upplifa þannig allavega. Já, þetta er alveg ljóst. Við erum að tala um tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er líka svo sérkennileg umræða að það sé verið að lauma Ísland í Evrópusambandi. Það er tvöföldu atkvæðagreiðsla framundan. Það er atkvæðagreiðslu hvort við höfum að hefja alltaf viðræður sem ég skil í andstæðingar ættan og geta... Þú sagðir örglega hefja aðildarviðræður. Eða halda þeim áfram, ég er alveg saman hvað við segjum það, bara ljúka þessum samningsviðræðum og fá samningin og síðan auðvitað ef engin flokkur tala fyrir öðru heldur en að samningur sem slíkur eru lagður fyrir þjóðina. Þannig að þjóðin hefur alltaf síðast orðið og við værum held ég eina þjóðin sem myndi fara tvöfölduleið að greiða atkvæði með þjóðurinn hvort við ættum að hefja aðildarviðræður eða halda þeim áfram með hvað sem við viljum kalla það. En það er svo margir punktar sem ég langar að nefna var eins og sjávarútvegur og annað slíkt eins og Vilhjálmur nefndi þessi fiskur sem fæðist í Frakkland og syndi til Bretlands auðvitað þarf að vera sameiginleg stjórnun og honum, það segir sig sjálft annars er það bara veitur í Frakklandi þannig að það er líka hugsun og bakur sjávarútvegsmálin
Annað dæmi sem ég langar að nefna og gleymdi á, það var þetta evruna og krónun okkar. Það vil svo til að krónan okkar þessi árin 100 ára, rúmlega 100 ára gömul. Hún var beintengd við dönsku krónuna 1920-22, voru á pari. Hvað danska krónan núna? Íslenska danska krónan 20 krónur íslenskar. Svo má ekki glemma, við tókum 2-0 af, þannig að það 2000 og til að segja annað samhengi að við höfum ekki tekið 2-0 af þannig að 1980-81 þá myndi kaffibollin á Íslandi kosta 70.000 krónur. Þetta segir sína sögu rýrnum gjaldmiðilsins. Allir gjaldmiðlar rýrna meðal danska krónan. Þannig að við sjáum hvað þetta óheppilegt tól. Sem eina ástæða þess að ótrúlega margir Íslandingar að vinna 150 eða jafnvel 200% að vinna í áratuguna. Já, síðan annar punkti sem Vilhjálmur búin að nefna tvisvar, alveg réttur, að stóru fyrirtækin búin að yfirgefa þennan gjaldmiðil, menn almenningur getur ekki gert það. Hann gerur upp í evrum eða dollarum. Hann hefur aðgengi að erlendum lánastofnunum sem almenningur almennt hefur ekki eða minni fyrirtæki. Við lítum á, ég nú með þess að tölur mikil talamaður, ef við lítum á skuldastöðu fyrirtækja í landinu skuldum 3.000 milljarða og 4% stigs munur var þetta það, 120 milljarðar. Þannig íslenskt atvinnulíf að greiða á ári 120 milljarðar meiri vaxtakostnað með 4% vaxtamun. Íslensk heimili, jú, 100 milljarðar. Vegna þess að íslensk fyrirtæki töluverðu leyti skuldsett í erlendir mynta. Já, ok, á krónahagkerfi, lítum bara á það. Tökum þá heimilin, þau skulda ekki sérstaklega mikið erlendu, þau skulda 2.600 milljarða, það munar 100 milljarða, sveitafélögin skulda 650 milljarða og svo framvegis. Þið sjáu hvað að fara, það skulda í krónum dýrt. Við erum líka að reka 900 milljarðar króna gjaldeyrisvaraforða sem svona öryggissjóður. Það kostar líka. Það verður með að kostar 40 milljarða að hafa þann gjaldeyrisvaraforða. Það álíka há upphæð og kostar að reka alla heilsugæslu landsins til að setja þessa tölu í samhengi. Seðlabankinn tilkynnti í sumar að hann ætlar að kaupa gjaldeyri meðal annars til að halda krónu nokkur stöðugri fyrir 7-8 milljarða á viku. Sjúkrahús Akureyri á ári kostar 13 milljarða. Þannig að til að setja þessu tölu í samhengi til að sýna fórnarkostnaðar krónunar. Við finnum það á eigin skinni, ekki inn í stóru, ekki inn í ríku, ekki sjávarútvegurinn, nema takmörkuðu leyti. Þetta umræða sem ég sakna. Almannahagsmunir versus sérhagsmunir. Landbúnaðurinn hræddur við þetta, ef við áttum okkur á því, tökum þá bara samtal með landbúnaðurinn, hvernig við getum. Ég ekki alveg herskár og Vilhjálmur í garð landbúnaðarins. Ég ekki herskár. En ég vil hafa eitthvað landbúnað með landsammenningar rökum og svo framvegis, að hluta á honum. Ég alveg sammála var þetta alifuglin og svínin, ok, önnur umræða. En tökum þessu umræða með bændasamtökunum, fáum besta mögulega samning fyrir landbúnaðar, alveg svo svíjar og finnar gerðu með norðlega landbúnaðin. Förum bara sjálfstörst í þessu umræðu. Ekki bara fyrir að segja við fáum ömulegan samning. Það svo skrítið. Já. Sko, eitt af því sem að maður hefur oft heyrt að einmitt þessar jaðarbyggðir þær njóti sérstakra hlunninda innan ESB og ég hef hitt fólk sem að segir að sko bændurnir ættu að vera númer 1 hópur til að vilja ganga í ESB. Hvað segir við því? Ég segi einfallega það að ef við erum tilbúin að ganga í Evrópusambandið með mismunandi rökum, ágætum kannski einhverjum og ágætum ekki að mínum að einhverjum. Það verður alltaf þannig hver okkar sem sitja í samtalinu. Þá vil ég segja það að íslensk landbúnaðarstefna, það vel hægt að breyta henni með hliðsjón af þeirri evrópsku ef við sjáum einhverja kosti þar sem væri til þess að efla íslenska byggðir. Það þarf ekki að vera í Evrópusambandi til þess sérstaklega. Nei. Pavel satt í síðustu viku sem formaður utanríkismálanefndar Alþingis og við innbrúðum aðeins á Evrópuumræðinni og hann kannski bara eins og ábyrgur þingmaður í hans stöðu vill ekkit hafa áhrif á vilja kjósenda og vill segja sem minnst en ég var að reyna að fá hann svona til þess að tala eitthvað um það hvað við þyrftum að sérsemja og eitthvað svona
Og það var svona fátt svör á þessu stíi hjá honum, kannski það bara ágætis pólísía að hérna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, ég veit það ekki, en hvað finnst ykkur svona það? Ætlar á ríkisstjórnin að selja sína stefnu, það erfitt út af flokki fólksins eða hvað erum við að tala? Það var nú samið töluvert hérna árið 1993 þegar Ísland gerðist aðilega að Evrópska efnahagssvæði. En sko það er enginn sem nefnir samningin Evrópskt efnahagssvæði sem að bráðabirgðalausn ekki fyrir Ísland, Noreg, Sviss og Liechtenstein, heldur fyrir Svíþjóð, Finnland, Austurríki. Og svo gerist það 1991 að þessi lönd í kjölfar hruns Sovétríkjanna ganga í Evrópusambandið. Og þá verður þessi rammi sem tilbúinn, þá gerist það að önnur lönd í EFTA, þau ganga til samninga og það fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu í Sviss sem aftur mjög öðvöld til að taka upp gerðir Evrópusambandsins vegna þess að þetta skiptir á verulegu máli á flestum sviðum, bæði í fjármálum, átryggingum og guðmauðvita hverju og landbúnaði. Sennilega Sviss eitthvað dýrasta landbúnaðaland í Evrópu, ég tekur Íslandi fram. En allavega að staða þessa samnings finnst mér að vera ákveðið áhyggjuefni. En mér finnst stundum að umræðan hérna vera á álíka háu plani og þegar ég var 9 ára gamall og var að rífast við kalla austur á landi með gengisfellingu í ágúst 1961 þegar ég var 9 ára gamall. Það er fyrsta pólitíska rimman sem ég man eftir það sem ég var að rífast við kalla austur á landi gengisfellingar. Og við erum bara partur af umheiminum og við njótum ákveðnar virðingar í umheiminum og það eru lönd í Evrópusambandinu sem munu aldrei samþykkja nokkra illa meðferð á Íslandi og munu koma okkur til varnar alveg fram í rauðan döðan. Og þannig að við erum í sjálfu sér ekkert í slæmri stöðu en það er spurning, þetta viðhalda þessum samningi við okkur hefur tekist að nokkuð vel en varðandi Icesave að við höfnuðum Icesave samningnum var hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu hér en þar með var málið ekki búið, það var höfðað mál fyrir EFTA-dómstólnum og aðild okkar að EFTA-dómstólnum var til þess að það var hægt að slefna landinu fyrir EFTA-dómstólinn og Ísland var sýknað. Þannig að það nú kostur þess að vera aðildi að alþjóðlegum samtökum og alþjóðlegum dómstólum að þar kemur úrskurður sem byggður á rökum og vísu var málið höfðað á dálítið undarlegum forsendum og út af mismunun á greiðslum og tryggingasjóðu sem aldrei hefði átt sér stað. En allavega að niðurstaðan var þessi og það eina sem ég bið að lyfta þessum umræðum á vitrænt plan og ég nú búin að stunda það í 10,5 ár að skrifa hálfsmánaðarlega greinar í Morgunblaðið stjórnmál að ýmsu tagi og ýmsum hornum og mér finnst alltaf eins og ég sé í sæti kennarans að reyna að lyfta þessu á virðulegt plan. Ég veit ekki hvort. Og þegar ég les hryllingssögur af íslenskum stjórnmálum frá 1950 fram yfir 1960 og hvað misheppnaðist milli 60 og 70, hvað gerðist ekki og hvernig við höfum þokast með EES-samningnum að mér finnst ég eiginlega frjáls maður miðað við
þau ár og þegar ég stóð og var að rífast gengisfellinguna 1961. Maður spotta þetta, hafandi sitjað 3 kjörtímabil á Alþingi, þá svo merkilt að fylgjast með áhrifum EES-samningsins, þetta er rétt. Við erum að taka 80% allri meginlöggjöf Evrópusambandsins inn til okkar, fyrst og fremst út á fjórfrelsinu sem er frjáls för fólks, fjármagns og vöru og þjónustu. En megin breytingar í fjármála, viðskipta, samkeppnis, persónuverndar, umhverfis og svo framvegis löggjöf Íslendinga má rekja til Evrópusambandsins í gegnum EES-samningin. Þannig að þess að framfæri sem við höfum séð. Svo er einhver hluti Íslendingar sem segir núna að það er að flæða yfir okkur útlendingar sem eru mikið vandamál sem annars hefði ekki komið og eitthvað svona. Já, ég meina það eru 80.000 útlendingar sem búa á Íslandi, meðal annars til að vinna þau störf sem okkar atvinnustefna er að byggjast á, ferðaþjónustu og annað slíkt. Það er bara frjáls för fólks. Má ekki gleyma að það eru 50.000 Íslendingar sem búa erlendis, fyrst og fremst í Evrópu, þannig að þetta virkar í báðar áttir. Ég hef ekki hitt marga Íslendingar sem vilja ekki hafa fjórfrelsið, þannig að það hefur gefið okkur miklu meiri tækifæri en ekki. Algjörlega. Og EES-samningurinn er alveg lífæð, hefur verið það síðan 1994 fyrir íslensk heimili, fyrirtæki og fjölskyldur og námsmenn og annað slíkt. Og það verið katastrófa ef hann myndi líður til lok, segjum að norðmenn færu inn, þá væri mjög erfitt að viðhalda EES-samningnum. Samanskapi held ég við förum inn í ESB, þá held ég að norðmenn myndi koma eftir okkur. Það er bara svona hvað umræða. En aftur, út af við opnum þess á tímanir eru breyttir. Ég ætla bara að draga fyrir ykkur eina atburðarás sem er kannski ekki svo fjarlæg. Segjum að ónefndi forseti í Bandaríkjunum myndi taka upp símann eða kveikja á því að Bandaríkjamenn áttu nú stóra þátti að byggja Keflavíkurflugvöll á síðan tíma og hann myndi nú segja, ég ætla að fá þennan flugvöll aftur. Eins og maður að sjá hvað er hnykkla vöðuna okkar Grænlandi. Myndum við ekki þurfa á okkar bandamönnum að halda í því samtali? Að sjálfsögðu. Við erum smáríki, við erum eyríki, við þurfum á vinum að halda. Við sjáum hvernig hann tala til Kanada eða til Danmörkur vegna Grænlands. Þannig að við þurfum á öllum okkar bandamönnum að halda og ég held að full aðalda ESB styrkir þeir bönd og alveg svo Vilhjálmur segir, lítil þjóð þarf að treysta á alþjóðalög. Við getum ekki treysta á okkar hernaðamátt. Það segir sér sjálf. Við þurfum að treysta á alþjóðadómstóla leikreglur. Þannig að með Keflavíkurflugvöllinn núna leggur þú á borðið ný rök, aukin rök fyrir aðild. En á sama tíma segir Kristrún Frostadóttir að hún vilji ekki að fólk taki afstöð til þessa máls á grundvelli einhvers ótta eða hræðslu. Nei, fólk tekur bara afstöð eins og það vill. En ég man eftir bankahrunið, þá var sagt við ættum ekki að sækja ESB aðild úr veikleika. Nú gengur vel, þá er ekki að sækja aðild að ESB úr styrkleika. Hvenær er að sækja aðild að ESB þá? Eða má ekki gera það að illa gengur eða ekki gengur vel. Það líka til fólk sem segir að einmitt nú sé kolvetlustími fyrir okkur að innlimast í ESB vegna að það sótt sé ESB úr austrinu og svona og við sem myndum innlimast í eitthvað sem við getum verið án. En mér langar aðeins að taka, ég veit ekki hvort ég er að lyfta umræðin á málefnilegra plan eins og þú ert að óska eftir Vilhjálmur, en eitt er það sem að andstæðingar ESB aðildar hamra á núna alveg hreint Facebook síðurnar eru fullar af því að það séu svik Kristrúnar Frostadóttur í kosningabaráttunni að láta líta svo út sem að ESB yrði nú ekkert sem að skipti máli og yrði engin umræða en það og menn eru að vitna í podcast viðtöl sem hún fór í einhverjum vikum og mánuði fyrir kosningar þar sem hún segir að nei, þetta sé nú ekkert svo, skiptir nú ekkert miklu máli, hún ætla að ræða það sem saminar frekar en það sem sundrar og svo sé bara alltaf fullu núna, ég veit að þú ert nú ekki fulltrúi Kristrún og Frostadóttur en þú ert náttúrulega þú ert sá sem skást til þess fallin hér við þetta borð að ég beri undir Já, ég skal svara örstuð það láði þetta alveg fyrir að Samfylkingin hefur alltaf stutt aðild Íslands Evrópusambandinu búið að liggja frá því hún var stofnuð samanskap með Viðreisn. Þetta eru 2 flokkar sem tölu heil mikið Evrópumáli aðdraganda kosninga. Síðan bara rata það í stjórnarsáttmála þessi tvöfalda atkvæðagreiðslu þar segja að byrja á atkvæðagreiðslu hvort þeir hefi aðalda viðræður og það frá bara fyrstu mínútu þessara ríkisstjórnar hefur alveg legið fyrir og þau með þess að tímasettu hana með þeim hætti að hefði ekki sveitnin 2027 þannig að það er ekkert verið að gera eitthvað annað en boðað var og nú erum við bara að taka þátt í umræðinni aðdraganda þessar ákvörðunar. Ég vona að þjóðin segi já, tvisvar, en við skulum bara taka eina atkvæðagreiðslu í einu og þá þurfum við að tala efnisatriðin. Ég er að tefla að mínum mati þokkalega rök fyrir inngöngu, aðri tefla hinnu fram
og það bara eins og Vilhjálmur segir hérna, bara lýðræðisleg umræða og málfrelsi sem bara nauðsynlegt í samfélaginu. Hallar á Ernu og hefur hallað á hana í mældum tíma, ég nokkuð vissum til þessa. Ég ætla að leyfa þér að eiga loka orðin, en áður en það verður þá ætla ég að spyrja þig ertu samþykk því að Íslendingar, almenningur fái að segja sitt álit, eða myndirðu vilja að almenningi gefist ekki þetta tækifæri? Ég hef ætla ekki að vera á móti því að almenningur fái þetta tækifæri, en ég vil að það sé gert á upplýstari og málefnalegri forstöðumdum heldur en umræðan í dag. Ég held við sem svolítið sammála hér allavega það að hún mætti vera skýrari og það hver staðan raunverulega og hvað borði við erum að fara. Ég vil kannski geta verið að þreyta þennan þátt á því að fara meira út í það. Þú setti mér nú reyndar í smá bobba, ég var að eiga loka orðin því ég ætlaði líka að fá að spyrja Ágúst, Já, við getum hent bobbanum en að því hann fann að taka þessir að svara fyrir Samfylkinguna Nei, hún var stilt við vegg. Já, hann féll í griðin allavega að það þessi umræða og það talað þjóðaratkvæðagreiðslu, skoðanakannanir eru bara annars konar barómetri, en ég held að í einhverjum þessum nefndu podcastum hafi þinn formaður sagt að það þyrfti að vera góður stuðningur, eða ég man ekki hvað orð hún á að hafa haft það. Hvað ef þetta er svona 49-51 niðurstaða? Í hvað stöðu setur það málið í þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég held bara að það sé skýrt að það bara fara eftir niðurstöðu atkvæðagreiðsluna. Ég segi það, ef það væri 51% já og 49% nei, bara svona til að varta upp svona. Við höfum ekki að óttast þjóðavilja, hvort sem það varandi Icesave-máli, flugvallamáli. Nei, ég er ekki að stilla þannig upp, ég bara svona, hvað þýðir þetta varanlegur og mikill stuðningu við þessi áform? En fyrir ekki, Vilhjálmur, ert þú ekki þeirra skoðunar að svona þetta er mögulega fellt í atkvæðagreiðslunum? Jú, ég sagði það nú í þessari margtilvitnuðu grein að flestar aðildir að alþjóðasamtökum hefur verið felldar. Ég er ekki viss að aðildin að Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóða flugmálastofnunin 1944 hefði verið fellt vegna þess að þá var svo mikið gleði víma yfir því að við mættum nota fullveldið okkar til þess að gera samninga og vera fullgildir aðilar við borð meðal alþjóðasamtaka. En allt eftir það hefði verið fellt og menn hefði haft timburmenn af því að vera utan EFTA, vera utan EES og alls þessa. En allt er þetta kvikt og allt er þetta kvikt og ég ætla ekki að segja það að hér fari allt fjandast til ef við höldum óbreyttu ástandi, en bara miðað við umræðuna sem hér urðu út af þeirri ægilegu hættu sem að hefðu orðið ef að almenningi yrði heimilt að taka erlend lán. Þá gerði ég það daginn að ég reiknaði út verðtryggða krónu, dollar og evru frá 1999 til dagsins í dag, og þá kom í ljós að íslenska krónan, hún var á tvöföldu gengi miðað við evru og dollar og það er að segja það var greiðslubyrði á höfuðstól. Já. Og þá var ekki að taka til þetta vaxtana og auðvitað verður hver einasti einstaklingur að vera ábyrgur gerða sinna þegar hann tekur lán á það ef hér verða einhverjir tísku straumar eins og urðu í Evrópu þar sem að Pólverjar tóku lán í evrum og austurríkismenn tóku lán í svissneskum fröngum og svo fór allt á skrið. Komast ekki lengra. Erna Bjarnadóttir, Vilhjálmur Bjarnason og Ágúst Ólafur, kærar þakkir fyrir tilraun okkar til þess að þoka umræðinu upp á hærra plan. Við getum ekki dæmt í ein sök, en vonandi var þetta allavega ekki til vansa fyrir mikilvægar samræður í samfélaginu. Við höldum áfram eftir andartak með annan kafla í kvöldinu, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhærendur. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ég með góðan gest hingað komin að ræða gleymd menningarverðmæti, danslög fyrir fiðlu. Það Atli Freyr Hjaltason, vertu velkomin. Sæl, takk. Atli, þetta kannski svona óvanalegt svolítið fyrir ungan mann að vera grúska í, en þú ert að safna á Karolínu Fund fyrir útgáfu bókar. Já, það til ég að segja okkur aðeins frá henni. Já, við sem séum að gefa út bók sem að birting á handriti frá 1864. Við tölum vegna þess að það ekki alveg vita nákvæmlega svona hvort það hafi verið það árið eða þarna í kring. En þetta handrit inniheldur sem sé danslög fyrir fiðlu. Þau eru 50 talsins vegna þess að sum þeir eru skrifið oftar en einu sinni og önnur eru það ekki alveg víst hvort þetta sé 2 lög eða 1 sem eru saman sko. En þetta eru svona cirka 50 lög fyrir fiðlu, síðan eru 3 sönglög á dönsku. Þetta rosalega mörg lög. Þetta rosalega mikið sko og þetta tilheyrið því sem við köllum í dag gömludansana. Það eru valsar og polkar eða reyndar ekki polkar í þessu en það sem verða síðar polkar. Og þetta eru lög sem voru öllum líkindum leikin fyrir dansi í Reykjavík, þarna á þar síðustu öld. Og sá sem að skrifaði þetta, það var hann Jónas Helgason sem að kannski ekki svona þekktasta nafni í dag en ansi merkilegu maður. Ég held að hann hafi verið með þeim fyrstu sem að læriði orgelleik í Kaupmannahöfn af Íslendingum þar að segja. Stofnaði fyrsta söngfélagið eða kór á Íslandi, söngfélagið Hörpu og samdi söngverk og fleira. Og bróðir hann sem spilaði líka með honum, Helgi Helgason, hann var líka fiðluleikari, hann fór að læriði málmblástur út í Kaupmannahöfn og stofnaði lúðraþeytara félag Reykjavíkur og hann samdi til dæmis Öxar við ána. Þannig að þeir bræður voru miklir svona menningarmenn í Reykjavík á sínum tíma. En þetta einmitt eins og, ég segði hérna upphafið, þá þetta eitthvað sem eru gleymd menningarverðmæti. Hvernig gleymist eitthvað svona? Já, það góð spurning og ég eiginlega ekki alveg viss hvernig á svarinu en svona, það sem ég hef svona verið að rekka mig á að þegar við Íslendingar förum að velta fyrir okkur hugmyndum þjóðdansa og tónlist og fleira, þá horfum við svolítið á það sem við upplifðum sér íslenskt eða öllu heldur ekki erlent og það eins og kveðskapurinn og dönsunum væri það þá sagnadansarnir og vikivakarnir og slíkt og Ólafur Davíðsson og fleiri sem voru að skrifa þarna 1890 þeir fjölluðu það að hljóðfærin og þessir paradansar og það væri bara erlend menning og þar leiðandi ekki íslensk. Og mig grunar svona að þetta hafi fallið í kannski gleymsku einfallega bara vegna þess að þetta þótt ekki merkilegt. En það þó mikilvægt að nefna að sko þetta lifði áfram og lifir ennþá í dag, gömludansarnir og þó svo þessi mestleiki á harmonikur, að þá þarna óslitinn tónlistar menningararfur sem að hefur verið hérna allavega síðan 1800. Það voru haldnir dansleikir og leikið á fiðlur 1810 og 9 og Jörundur Hundadagakonungur náttúrulega á sínum tíma hélt ball og þar var leikið fyrir dansi á fiðlu en með ungmennahreyfingunum sem bárust landið og þá náttúrulega komu þessi menningar áhrif frá Norðurlöndunum og víðar og svona lituðu okkar. Já, einmitt að því að þú nefnir fiðluna, þetta svona, þegar ég rækka augun í þetta og hugsa á fiðlu, það var ekki svona það sem ég tengdi einmitt við íslenska svona dans og þjóðmenningu. Nei, einmitt, já. En þú segir einmitt að þetta sé kannski svona, þetta hafi við allavega verið og mögulega þá undan harmonikutónlistinni og já, svona með. Einmitt, ég held að harmonikan, hún kemur svolítið seint, hún kemur þarna eftir 1820, þannig að það hafi verið fiðlur hérna 1810 og 9 sko, þá hún hérna fyrr. En auðvitað þá vorum við dönsk eða hluti af Danaveldi og þar á leiðandi ekki ósennilegt að fyrirmennirnir frá Danmörku hafi nú haft menninguna með sér. En hér var auðvitað leikið á hljóðfæri eins og alls þar annar staðar. Magnús Stefensen lærði á flautu í Bessastaðaskóla áður en hann fór til Kaupmannahafnar í nám.
og það var fyrir 1870 sko, nei 1770 ætla ég að segja og þannig að hljóðfæri hefa verið hérna og í Þingeyjarsveitum þá voru fólk að smíða fiðlur og það eru til íslenskar fiðlur, eða það er að segja smíðar á Íslandi og í Vestmannaeyjum líka og víðar, þannig að fiðlurnar hafa verið áberandi en það kannski ekki besta hljóðfæri fyrir íslenska veðráttu úr tré og með strengjum sem geta slitnað og þá eru harmónikurnar sem eru fjöldaframleiddar og ódýrari kannski eðlilegri kostur svona. Nú svona mikið talað íslensk gildi, kannski aðeins öðru samhengi og hérna íslenska menningu, en samt einhvern veginn virðist sem svona raunveruleg íslensk menning, hún sé ekki beint í tísku eða veki ekki áhuga fólks og hafi ekki gert það í mjög langa tíma. Þessi þjóðmenning einmitt danslög og balltónlist og svo þetta bara tvísöngur og allt þar fram eftir götunum. Hvers vegna heldur þetta sé? Af hverju höfum við svona lítinn áhuga á þessari menningu okkar? Það er mjög góð spurning. Það sem að kannski greinir helst í dag er að þjóðmenning er oft bendluð við öfgahreyfingar og við sem að erum mest í þessu erum að vinna með þjóðbúninga og dansa og tónlist og söng og texta, við erum allir lefum að fullyrða ekki þar og það gerir kannski markaðssetninguna svolítið erfiða á þessu en ég held að hluti af þessu er náttúrulega að vera ekki föst í fortíðinni og ég upplifi sjálfur sem lista- og fræðimaður starfandi í þessum geira að hérna og það er svolítið svona það er svolítið flókið einhvern veginn að koma þessu frá sér að sko þetta er bara menning eins og hver önnur og í allri menningu þá er alltaf þetta samtal við þá sem undan koma og svoleiðis og við erum kannski bara svolítið við bundum kannski þjóðmenningu og menningararf inn í hugmyndur þjóðerni í sjálfstæðisbaráttunni sem að ég held nú hafi verið alveg eðlilegt að gera á sínum tíma en það sem hefur kannski verið erfitt er að stíga frá því sjónarhorni og hugmyndur þetta sér íslenska og þetta, ég held að þetta eldist ekki tóðalega vel og verkefnið okkar núna er því að svolítið reyna að breyta orðræðinni og hafa þau áhrif að horfa á hlutina út frá öðru ljósi og eins og það að hætta að horfa á sér íslenskt og af því að það er allt innflutt hérna, fólkið kemur hingað, við erum ekki komið frá Noregi og víðar þarna fyrst fyrir rúmum 1000 árum og síðan þá hefur allt verið innflutt og það er þetta að breyta þessu sjónarhorni og reyna að hafa þau áhrif að hérna, hætta að afneita hlutum sem við upplifum ekki íslenska og þetta hefur náttúrulega mjög slæm áhrif líka bara eins og þegar kemur að innflytjendum og allt er þetta samtal og menning er samtal og samtal þeirra hópa sem eru hérna og við sjáum það að á 19. öld þá er fólk að hneykslast á dönsku áhrifunum og núna er komin fjarlægð og þá fyrir við að horfa þau sem raunverulega íslensk og eða svona í nýljósi þar að segja en ég held líka að það sem spilir svolítið inn í er að væntingar almennings til eins og bara sviðslista eru svolítið miklar í dag og hérna við erum svo vön að geta farið á Spotify og hlustað á tónlist sem er virkilega breytt og löguð og alveg sko rétt, allt fullkomið og við borgum ekkert fyrir þetta borgum bara einhverja eina áskrift og fáum aðgang að allri tónlist meira og minna og í gæðum sem bara standast ekki raunveruleikann oft og það gerir það líka svolítið erfitt þegar maður ætlar síðan að fara að setja á sviðið eitthvað hérna, eins og kveðskap sem byggir á tónkerfi oft sem að er ekkert voðalega áheyrilegt fyrir nútíma eyru mikrotónar og alls konar svona spennandi og svolítið breytilegu taktur og líka rosalega getur verið sko langur performance 4 klukkutímar eða eitthvað svoleiðis og 1 söngvar allan tíman sem syngur og ég held að hluti af þessu er að maður er auðvitað að vinna með arf sem það kemur úr svo allt öðru samhengi öðru samfélagi, það sem eru önnur tækni og aðrar væntingar til skemmtunar og það er líka alveg rosalega spennandi að máta það við nútíman og sjá hvað virkar ekki, hvernig það er að breyta og hvaða áhrif hefur nútíma listamaðurinn á efnið og hvernig er hægt að svona vinna það einhvern veginn fram
Já, það er skemmtilegt, það er einmitt allt þetta samtal sko hvað menning sé, hvort að menning sé eitthvað sem einhver eigi eða hvort að það sé eitthvað sem maður eigi að deila og þá hvernig maður horfi á það svona heildrænt. Já, og það er svolítið tengist þessu sko því að lögin í bókinni eru ekki samin af Jónasi. Eða öllum líkindum ekki. Heldur þetta líklegast tónlist sem hann að afrita úr öðrum handritum eða útgáfum eða eitthvað sem hann hefur heyrt og lært og það er einmitt þetta höfundaleysi. Það teilir þessum þjóðlistum alveg rosalega. Það er þetta maður að flytja verk eftir aðra eða verk eftir einhvern óræðan höfund og það er ekki einstaklingur sem skiptir máli heldur það samhengið sko. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þú ert þjóðfræðingur, er það ekki rétt skilið? Og þetta er nú svo sem bara eitt af mörgum verkefnum sem að þú hefur verið í. Þú hefur verið með svona þjóðuleg skemmtikvöld áður og ert í þjóðdansafélagi, er ekki rétt hjá mér? Jú, ég er í þjóðdansafélagi Reykjavíkur og heimilisinnaðafélagi Íslands, Skvæðamannafélagi Niðurni og fleirum. Og starfa mikið af þessum vettvangi bæði á Íslandi og erlendis. Og við höfum verið það hefur verið svona samtal við samfélagið hefur verið áhersla hjá mér í þessu og sameina líka. Það hefur verið svolítið menning fólk velur sér eitt og er bara þar. Þannig að, en ég horfi svolítið á þetta þannig að þetta er allt sami hluturinn sko. Og fólk getur, það er óhætt að svona dreipa á fleiri stöðum sko. Hefurðu alltaf haft þennan áhuga? Fórstu snemma, ég meina þú ert ungu maður, fórstu snemma svona í þessa átt? Eða var þetta eitthvað sem gerðist seinna? Já, ég byrjaði í þjóðdansafélaginu sem barn 2011. Þá var ég 10-12 ára. Og þá var það nú bara það að það voru útlandaferðir og það var engin áhugi endilega á þjóðdansum eða svoleiðis. Og erlendis... Þau náðu þér svona. Já, þetta var algjörlega sko og þá var farið á þessar hátíðir, norrænar þjóðdans á þjóðmenningahátíðir og þar fekk maður að stíga inn í svolítið merkilegan heim, bara það sem eru peningar sem fara í menningamál og þar að leiðandi bara fagfólk, kennarar og tónlistamenn og rosalega áhersla á samveru og samfélag og þessa deildu menningu líka sko, að hvað er eins, hvað er öðruvísi og svona og það var alveg opaslega spennandi og skemmtilegt og síðan ákveði ég að fara í þjóðfræði í háskólanum og síðan einhvern veginn þegar ég var hálfnaði með námið þá fattaði ég það allt í einu að ég gæti nú fara að skrifa um þjóðdansa og tónlist og svoleiðis en áherslan hefur einhvern veginn alltaf verið á samfélag og þetta að skapa vettvang fyrir fólk að vera saman og dansa og spila tónlist og svona skoða einkennisklæðnaðinn þjóðbúninga sem við notum og og fleira. Þetta einmitt, þetta svona samtal samfélag, já það er nú ansi oft við þetta borð. Það eru ólíkir hópar og einhvern veginn, við komum alltaf inn á þetta að við erum mjög leitandi eftir samfélagi akkurat núna. Við erum, Ísland, við erum tiltölulega ungt samfélag og kannski fengum ekki alveg full tækifæri til þess að þróast og verða því sem við ætluðum okkur. Það var svona hernaðarlegt inngrip sem var til þess að við kannski fórum aðeins hraðar og fram úr okkur og mörguleiti töpuðum við kannski þessum tengslum en að því þú nefnir sko peninga og fjármunum fjármunir séu settir í menningu. Finnst þér, ég bara hreinlega bara að þetta vanti eða vantar bara einhvers konar vitneskju meðal ráðafólks eða hvað er það sem veldur? Það er þegar stórt spurt. Ég held að megi alveg segja það að það sé erfitt að sækja peninga í sérstaklega svona verkefni eins og þessa bókaútgáfu núna en það er kannski ekki endilega ég held að það sé eiginlega meira vegna þess að það er ekki menning fyrir því að gefa þessu vægi og hér erum við í rauninni að svolítið, ég er ekki að segja við séum fyrst, það alls ekki, það hafa verið rannsóknir og ég meina þjóðdansafélag Reykjavíkur hefur náttúrulega síðustu 70 og eitthvað árin unnið að þessu sko en mikil verðmæti í þeim hópi. Já, algjörlega og bara brautir þetta starf og ég meina við sjáum það samt að sko eins og söfnun þjóðdans á Íslandi byrjar meir en hálfri öld á eftir hinum Norðurlöndunum og það eðlilega kannski hefur í för með sér það að við erum ekki komin jafn langt
hátt og því að vinkona mín sem býr í Noregi hefur nú sagt mér að það er auðveldar að vera þjóðlagatónlistarmaður í Noregi heldur en klassískur og það er svolítið fjarstæðukennt á Íslandi. Já, það er ótrúlegt. Og ég held að vandamáli liggi kannski ekki í einhverjum einum hlut en klárlega að við erum að mínum að þetta svolítið ennþá að vinna með svona gamlar hugmyndir þjóðerni eins og þess áherslun á séríslenskt og leið og við finnum eitthvað þjóðlag sem hægt er að finna einhverju rödd í einhverju matrigala í Ítalíu, þá er þetta ekki lengur þjóðlag sko. Þá var það búið að glata titlunum vegna þess að það er orðið erlent lag þó svo að það við komið hingað fyrir 800 árum eða hvað sem það er sko. Og ég held að séu svona ríkjandi hugmyndir sem að gera það að verkum að það er voðalega vandmeðfarið að fjalla og færa rök fyrir svona hlutum og stunda þá og alltaf verið að véfengja gildi þeirra sem menningu. Og ég held að hvernig þá? Ég bara eins og þetta að tökum sem dæmi gömlu dansarnir sem eru iðkaðir af aðalega eldri borgurum í dag en hafa verið í lifandi menningu hérna yfir 200 ár og kennsla hefur bæði verið í grunnskólum, Rigmor Hansen og fleiri kennarar hafa kennt en það voru líka bara ömmur og afar sem kentu barnabörnum, foreldrabörnunum sínum og það eru til staðbundin tilbrigði allt land og áhrif frá frönskum sjómönnum og norskum og dönskum og tónlistin og þetta hefur alla burði til að vera þjóðdansar en þetta er ekki þjóðdansar á Íslandi vegna þess er erlent. Og það er kannski fyrst núna þegar það fyrir að koma ákveðin fjarlægð að við fyrir að skoða þetta sem þjóðmenningu en ekki bara sem erlenda menningu sem að er stundu hérna með einhverjum íslenskum blæ og þetta er held ég sjónarmið sem að eða svona sjónarhorn sem að er ansi ríkjandi í mörgum svona greinum og ég held að þetta sé svolítið skemmandi í umræðinni og ég held að þetta einkennist svolítið eða útskýrist svolítið af þessum landamærum að við erum eyja og við erum ekkert voðalega vel í stakk búin að glíma við þessar umræðu sko nágranna og að mörkin geti kannski verið svolítið óskýr eða skiptir það máli ef að eitthvað kemur til Íslands fyrir 300 árum og þú veist, er þetta ekki orðið íslenskt eftir einhver tíma og líka bara er eitthvað gagnaði að tala það sem íslenskt eða og ég held að þessu umræða sé svolítið Ég er bara ekki vissum að ég hafi heyrt nokkuð af þessari umræðu bara yfir höfuð. Það er líka kannski hluti á málinu. En við kannski, það er svolítið svona þetta, hvað er alvöru íslenskt og af hverju skiptir það hreinlega máli, sko. Og ég fekk Árna Björnsson þjóðháttafræðing hérna eitt skipti til mín og við vorum einmitt að ræða þetta sko íslenska menningu og íslensk gildi með því þessu samhengi sem að svona fordóma fullt fólk sem að vill síður hafa útlenska menningu hérna við vorum svona að ræða þetta í þessu samhengi og hann sagði mér einmitt þetta og að það væri í rauninni ekkert til sem að héti íslensk gildi eða íslensk menning ef að maður væri svona fara eftir þessu sem að þessi tilteknu hópur talaði það er ekkert sér íslenskt. Nei, einmitt. Já, nákvæmlega og það er svolítið þetta líka sko. En hins vegar þá sjáum við það að hérna eins og textum í handritum hefur verið hampað og eðlilega vegna þess að það var svona ákveðið pólitískt útspil í sjálfstæðisbaráttunni, það eru handritin og það er gullöldin og það er þessi við skrifuðum sögurnar sko og þar að leiðandi yfirfærist það mjög auðveldlega yfir á eins og dans og þegar Ólafur Davíðsson er að skrifa hérna vikivakakaflan sinn í íslenskum gátum, skemmtunum, leikjum og þulum eða ég man aldrei röðuna á þessum titli að hérna þá skrifar hann að sko við áttum dansa sem voru alveg spes, íslenskir og frábærir og ég er náttúrulega umræða mjög og þetta mikla meiningar í þessu hjá mér en hann skrifar þetta við áttum þessa dansa og þeir voru dansar á gleðunum og hétu vikivakar og elstu menn muna kannski eitthvað eftir þessu úr bernsku en þetta er alveg horfið en þetta var frábært og þetta var alveg séríslenskt og hann notar auðvitað ekki orðið séríslenskt eða svoleiðis en hann hins vegar hafnar svolítið dönsku áhrifunum sem eru á sínum samtíma sko og höfðu verið ríkjandi í yfir 100 ár sko þegar hann kemur til sögunar og þetta er svolítið held ég það sem er svolítið ennþá viðhorf
og ég meina við erum að tala fiðlur og það bara því haldið fram í gríð og erg að hér hafi ekki verið neinn hljóðfæri. En hvað gerist þegar hljóðfærin koma og af hverju eru það ekki merkilegt og við tölum þegar hljóðfærin koma en það ég held ég ekki þetta fullur að það hafi ekki verið neinn hljóðfæri hérna og því hefur verið haldið fram að Ísland hafi verið danslaust samfélag tvisvar og voða leiðilegt. Já, en sko þjóðdansafræðingar almennt hafna því að það sé ekki skrifað dans ekki forsendur fyrir því að hafi ekki verið dansað. Og þarna erum við svolítið eftir og ég talaði við þetta út frá þessum þjóðdansafræðum sko, ekki út frá kannski mörgu öðru en þetta svona mjög held ég áhugavert og bara hvernig við skilgreinum hluti og hvernig við gefum þeim vægi sko. Og eins og með þessi danslög sko, þetta náttúrulega menningararfur og ég flokkaði þetta til þjóðdansa en það þarf ekki að vera aðrir gera það. Nei. Og ég hef verið að sýna svona við landið íslenska þjóðdansa og með þjóðdansafélaginu og það hefur komið fyrir að ég hef verið svona króaður af eldri borgurum og að við lesið yfir mér að ég hef ekki verið að dansa alvöru þjóðdansa sko. Já, og þá eru það dansar sem að voru komið til landsins 1920 frá Noregi, innblásnir af svona þjóðdansa endurreist þar, hringdansar og þá var verið að syngja kvæði úr þessum handritum og við svona þá samtíma koreografíur innblásnar af norskri túlkun á færisku hefðinni sko. Og það eru alvöru þjóðdansar sko, fyrir ákveðinni kynslóð og meðan næsta kynslóð hafnar þeim algjörlega og finnst þeir bara að vera endurspegla þjóðverðnisromantík og þannig að þetta svolítið svona vand með farið málefni sko. Þetta það. Og sér í lagi vegna þess að þetta það er mjög lík menning hérna á þessu svæði hérna á Norðurlöndunum. En segðu mér kannski aðeins svona svo áður en ég sleppi þér út í daginn hérna frá þessari bók sem þið eruð að gefa út. Hún þetta er vælu og fín bók. Hvað er hægt að sjá í henni? Er þetta nótur bara eða? Já, við sem sé fengum handriti ljósmyndað á handritasafni Landsbókasafns Íslands, Háskólabókasafns og þetta alveg þó nokkrar blaðsíður. Ég man ekki alveg núna hvað eru margar við ákveðum að taka út fullt af auðum blaðsíðum því að það lítill tilgangur í því að eða peningi að prenta auðblöð. En þetta eru ansi margar blaðsíður, handskrifaðar og við ákveðum að skrifa þetta allt upp og til þess að gera þetta að aðgengilegu efni þá ákvaðum við líka að sko, eins og skrifa útstyttingar og ef það eru augljósar villur eða ef það eru nótur sem eru aðeins of klessulegar þannig að ekki fer aðeins svona er þetta þessi nóta eða þessi þá ákvaðum við að svona útskrifa þetta svona á spilanlegan hátt sko. Já, bara svona editera. Já, svolítið, en það eru þau sem hafa skrifið nótunar upp, þau eru Inga Freyrsdóttir sem er master í norrænni þjóðlagatónlist og Vegar Vordal sem að er hérna þjóðlagatónlistarmaður í Noregi var þjóðlagatónlistarmaður ársins 2020 og með yfir 25 ára reynslu þar í svona alls konar fiðluleikari og þau hérna skrifuðu nóturnar upp eða Inga skrifaður og síðan las Vegar yfir og þau leiðréttu og þannig að það byrtist bæði ljósmyndir af hérna handritinu í góður upplausn og lit og síðan þá er hægt að spila nóturnar og síðan vísum við í handritið þannig að fólk ef það vill spila alveg eins þá er hægt að læra þetta sjálf og bera saman og mótmæla okkur og síðan kom upp það samtal sko hvaða gagn er það að gefa bara út nóturnar og þú veist af því að þetta náttúrulega er ekki eitthvað sem að er upp á borðum almennt og það er bara fiðluleikarar sem að myndu kaupa svona bók. Já, algjörlega, en líka það að hérna, þessi dans, það er ekki lifandi menning núna fyrir dansfiðluleik og þessi saga kannski þekkist ekki, þannig að það var ákveðið að skrifa stuttan kafla dansmenningu í Reykjavík á 19. öld og síðan smá kynningakafla á Jónasi Helgasyni, skrifara handritsins og aðeins dansgerðirnar í handritinu. Hversu hratt á að spila þetta, hvernig hvar eru áherslurnar og fleira. Og síðan ákvaðum við að það væri heldur ekki nóg að gera það, heldur þyrfti fólk geta hlusta á þetta líka og því mun Vegar, og núna er hann að vinna í því held ég hann sé bara að taka upp núna, en hann tekur öll lögin í handritinu upp og flytur þau
bæði út frá dansstílnum en líka út frá hljóðupptökum sem eru á Þjóðfræðisafni Árnastofnunar, Ísmús, af íslenskum spilurum úr Þingeyjarsveitum og úr Dalasýslu sem spila þar og hann greinir spilastílinn þeirra, hvernig þeir spila og hvernig þeir móta tóninn og hversu hratt og hvernig danstakturinn og svoleiðis og þannig að það kemur út samhliða bókinni upptökur af öllum lögunum það sem hægt bæði að læra eftir eyra en líka hægt að hlusta eftir spilandanum og það kemur líka kafli sem fjallar svolítið spilatæknina þeirra og hvað þeir að gera og hvernig þeir að Er hún eitthvað frábrigðin því sem að fólk kannski tileinka sér í dag? Þessi spilatækni? Já, hún náttúrulega ekki klassísk og þetta kannski ekki svona praktískasta leiðin held ég sem við myndum til í dag til að spila tónnin ekki út frá mínum nútíma eyrum þá þetta ekki fallegasti tónnin og það sem tónlistin til þess að dansa við þá hún heldur ekki svo besta til að hlusta af því að það til dæmis meira vægi lagt í taktin heldur en í að spila frekar spila vitlausar nótur heldur en þetta takt þannig að það bæði svona gildi en líka bara sjálflærið tækni og tækni sem miðlað innan sveitar og svolítið, önnur nálgun. Nú ég ekki fiðluleikari. Nei. Ég klassískur gítarleikari, þannig ég get ekki sagt mikið hvernig á að spila á fiðlu. En það alveg allt öðruvísi að spila, bara alveg eins og það ólíkt að spila klassíska tónlist eða jazz, þá þessi danstónlist líka með öðrum svona áherslum. Þannig þetta svolítið svona stórt verkefni, raunar, og alveg opaslega spennandi og við verðum á Vöku þjóðlistahátíð í september. Hátíðin verður 15. til 21. september, haldin í Kópavogi og þar verðum við meðal annars með námskeið og það áhersla lögð á það að það þarf ekki að spila þessi lög á fiðlu þó svo hann hafi verið fiðluleikari sem skrifaði, það að spila þau á flautur og fiðlur, harmonikur og eiginlega hvaða hljóðfæri sem geta að spila laglínur og við verðum með tónleika 19. september og útgáfuhóf og þetta svona þemaverkefni hátíðarinnar sem verður haldin í Hamraborginni. Frábært. En fyrir þau sem að hlusta og fylgjast með, hvar hægt að nálgast ykkur og skoða upplýsingar í bókina? Já, það hægt að fara á karolinafönd.com og þar eru danslög Jónasar og þar erum við búin að skrifa ansi svona góðan texta verkefnið á íslensku og ensku. Og hægt að skoða myndbönd af Vegar að spila og síðan erum við á Facebook, TikTok, Instagram og YouTube og þar erum við að birta svona kynningarefni, fræðsluefni og... Undir hvað nafni eru þið þar? Bara Danslög Jónasar. Danslög Jónasar. Ég held að það sé alltaf, við höfum tekið frá / Danslög Jónasar á öllum þessum miðlum og þar á næstu dögum eftir að birtast líka myndbönd af fleiri hljóðfæraleikurum að spila og fleiri hljóðfæri og svoleiðis. Skemmtilegt. Atli Freyr Hjaltason, þjóðfræðingur og svona menningar, hvað við að kalla þið? Menningaforkólf. Þakka kærlega fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og segja ykkur frá þessu skemmtilega verkefni og fara svona aðeins yfir íslenska menningu. Og á þeim nótum skulum við setja punkt við þennan þátt kvöldsins. Ég þakka þeim sem áhlýddu og horfðu á okkur í kvöld, samstarfsfólki mínu fyrir samstarfið í dag og öllum góðum gestum sem litu hér inn við í Bólholtið. Ég bið ykkur að athugað að á samstæðum.is hægt að gerast áskrifandi. Það lítill knappur sem einfaldlega stendur á áskrift og þannig getið þið stutt okkur hér þennan litla frjálsa fjölmiðil með stóra hjartað. Ég þakka kærlega fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.